Jæja, gott kvöld, góðir áhorfendur og verið velkomnir í lokakeppni GTS Iceland Tier 1 og einnig lokakeppnin á þessu vetrar/vor tímabili. Daniel Rúnar Jónasson heiti ég og verð hérna með ykkur í kvöld í 2 klukkutíma á Nürburgring Nordschleife með honum Birgir Júlíusinni, blessaður Birgir. Sæl og blessaður. Og við ætlum að lýsa hérna hverju að gerast. Það að vísu heildarstaðan í stigakeppni ekki mikil spenna akkurat núna þar sem að það orðið nánast öruggt hvar allir enda. Ég held að svona helstu tíðindi voru að Þorsteinn Rapufans getur farið upp sæti ef hann vinnur eða endar í öðru sæti, ef ég man rétt. En núna erum við að horfa á æfingar. Þau ætluðu að vera að byrja með tímatöku en hann Skeiri lenti í vandræðum með petalan sína og að laga það. Sagði rétt áðan að það væru 2 til 4 mínútur í sig. Það hlýtur að vera að styttast í tímatökur. Tímatökurnar verða þokkalega langar núna. Næstum því hálftími. 25 mínútur. Þannig að þeir ná í rauninni 2 ringjum pluss átlap, þannig að ná í 2 tímatökurringjum til þess að reyna að ná góðum tíma og byrja fyrst, en á þessari braut mjög erfitt að taka fram úr annars staðar en á beinu köflunum. En já, hvernig líst þér á þessa keppni? Hvernig leggst þetta í þig, Biggi? Þetta leggst bara mjög vel í mig. Síðasta keppnin, þetta búið að vera langt tímabil. Búinn að sjá allt á milli himins og jarðars í þessum keppnum bara síðastliðin nokkur reis. Og já, planið mitt að reyna að skemma ekki fyrir neinum. Þetta brautir sem að ég sagt að ég skemmt fyrir honum Kára okkar. Svona kalla fram í tíman myndi klassa á og hann klasta á, eða misti bílinn. Já. Þannig að ég ætla ekki að skjóta neitt, ekki nema að maður fara að leiðast eitthvað að viti. Kannski fyrir að skjóta út í bláinn sko. Þú ert í rauninni byrjunin á þessu Commentator's Curse. Já, við getum sagt það. En jú, annars leggst þetta bara vel í mig. Spenntur fyrir að sjá útkomuna á þessu. Þetta langt reis, mjög langt reis. Við búið til 20 hringir, give or take, eftir qualifying sem sagt. Þannig að já, ég veit ekki, ég held að við munum sjá svolítið á svona trafík og annars lagi svona þess að menn vera að ringa hvort annan og svoleiðis sko. Já, ég held að það sé rétt líka. Já, ég býst ekki við mikið að slysum, en svona upp á gaman ef það er fínt að fá 1 eða 2. Já, þeir náttúrulega eru með hard damage eða heavy damage, heitir það vist í Gran Turismo, sem þýðir að ef þeir fara út af og klessa bílinn, þá sitja þeir uppi með skemmdina á bílnum alveg þangað til að þeir komast inn í pitinn. Það getur þýtt það að glúðrar einu sinni snemma í brautinni og endar bara með ónýta vél eða eitthvað svoleiðis og þarf bara að skríða restina af brautinni, 20 km í næsta pitt. Já, akkurat. Þannig að menn verða að byrja virðingu fyrir hvort öðrum þarna á brautinni. Þú vilt ekki vera gæði sem keyrir einhvern annan út af því að þú ætlar aðeins að koma nálægt. Akkurat. Þannig að það við vitum að þeir eru að fara að keyra mjög varlega. En svo eins og við sáum að Hannes, ég minna að vera Hannes, þá var betra fyrir hann að keyra með damage á heldur en að stoppa í pittinu, láta laga það og halda svo áfram. Já, pitstoppin eru náttúrulega mjög löngirna líka. Já, ekki neitt smá sko. Við erum að sjá það að koma átlap. Hýta dekkinu svona áður en að fara að gefa allt í botn. Það sjá hvort að komist ekki örugglega allir út í pittinum.
Valdimar Matt eftir að fara út á pit. En það var einmitt þannig í gær á Tier 2 keppninni að það var bara erfiðar að komast út úr pittinum og byrja reysið heldur en að var að keppa. Já, það var svolítið vesen í gær. Já. En Valdimar náði út, það ekkert glitch. Það bara Allir komnir á stað, 11 keppendur á braut. Báðir Autocenter félagar eru ekki í keppni í kvöld. Já, Halli og Skúli, eða ekki? Jú, þeir eru hvorir á staðnum. Já. Þannig að það þá, og hver er það seinasti sem það ekki hérna? Það skal vera hann... Nei, já, það var engin annar, auðvitað. Það var Hilmar Hilmar, Hlynur hætti Já. í miðju tímabili. Akkurat. Það lítur allt út fyrir það að Skeiri hafi náð að laga pedalasetsi. Hann alveg í pínandi botni hérna. Já, hann einmitt lenti í því að alltaf þegar hann var að keyra þá var bremsan örlítið að bremsa fyrir hann. Já, svoleiðis. Lentið þú ekki nú í svipuðu? Jú, ég þurfti að skipta skynjara í pedalunni hjá mér til þess að laga það. Ég lenti nú alltaf á fjörstýringunni á mér að ég fekk aldrei meir en 100, eða ég gaf 100% í svo svona til 2 sekundur og datt alltaf bara niður í 50%. Já, hvernig reddaðirðu því? Ég skipti bara fjörstýringu, ég fekk eina hjá Danieli. Já, Sem þú? Dýrlingur. Það til ég að láta þig hafa fjörstýringu. Já, segðu. Þetta, svona kallaði, ég var eitthvað búinn að laga þetta þannig að þá virkaði bara bremsan ekki en Já. Það er fínt að eiga góðan vin, það sér um það. Já, það stefnir í langt kvöld hjá okkur að vonandi spennandi kappakstri. Já, ég ætla svo sannarlega að vona það. Skeiri er hérna fyrstur út úr pit og með auða braut, þannig að hann ekkert að slá af á átlappinum. Nei, Guffi Kári hérna alveg. Það næstur. Kári er svona, hann ekkert að taka fram úr þostinni, hann bara fyrir bakveg hann, hafa það næs. Hannes er hérna bara að keyra með Toyotuna í útslátti. Heldur að 12.000 kílómetrana hafi ekki, nei bara, tikkuðu ekki inn. Hann hefur hætt á tímatakan fyrir þetta. Já. Hér er verið að keyra varlega, spara dekkin og eyða eins miklu bensíni og mögulegt er til þess að vera með léttari bíl í alvöru tímatökurhringjum. Hann alveg með hann í útslættinu mína. Alveg svo. Þessi 8-cylindra vél í Lexusinum fer nú bara að fara að gefa sig ef hann hættir þessu ekki, sko. Þetta er Toyota. Toyota er á góða vélar. Já. Þannig að Að vísu. Að vísu, já. Svo erum við með hérna bara halarófuna 3, 4, 5 allavega og 6 og 7 hérna alveg. Þeir eru bara að reysa á átlafinn. Við sáum það nú Þeir eru nú búin að vera, já við sáum það í æfingum á það, þeir voru oftir. Já, við sáum það líka í tímatökum í gær að það getur verið svolítið hættulegt að byrja of nálagt næsta manni. Já. Þar sem að ef þú ert á betra peysi, hraðara peysi og nærð honum, þá getur þú enda á því að eyðileggja fyrir tímatökuna. Já. En það sáum við dimma einmitt fyrir að festast fyrir aftan hann Dodda. Það er eitthvað slapp alveg rosalega vel hjá þeim út af því að Doddi ætlaði að hleypa dimma svona þokkalega smúð en endaði bara að fara út af. Já, ok, Ég
Ég því miður kom svo seint inn í gær, ég steinsofandi maður. Já. Langur dagur. Jú, jú. Já, við förum að detta inn á hotlappin eftir smá vonandi. Guðmundur að hýta aðeins dekkin, halda hýta inn á meðan hann keyrir rólega, þannig að hafi nú eitthvað greif þegar tímatökuhringurinn byrjar. Já. Gubbi er alveg langaftast. Já, hann hefur ætlað að vera með auðabraut. Hvað, hann hlýtur að hafa... Hann er alveg kveikt eins og ég í gær. Já, hann hlýtur eiginlega að vera út í að hann var númer 2 á það. Já. Ég er að fylgjast aðeins með Valdimar og Gumma en það eru, mér finnst þér að svolítið ná hvor öðrum. En það er spurning. Hún er dættinn að beina gammal. En svo getur verið að hann sé að spila á það að Valdimar að reyna að ná slipstreaminu. Ná betri tíma þannig. En ég hugsa að það sé aldrei betra á þessari braut, sko. Það er ekki nema að þú byrjir svolítið langt fyrir aftan og náir síðan slipstreaminu. Ekki er Lexus sem bara 5 gíra. Nei, var hann ekki bara að eyða bensinni? Ég ætla að vona að hann bara komst ekki ræðin 250. Já, við sjáum það alveg að hann er ekki að fullri inngjöf allan tíman, sko. Við kíkjum aðeins á Valdimar. Jú, hann er í 7. gíra að hafa hann hingað. En hann samt er bara rétt svo að ná 250 líka. Nei, Sævar ekki með skemmd á framan á bílum. Það er ekki gott fyrir tímatökurinn. Nei, við getum ekki sagt það. Hann getur Þegar hann pitta núna fer hann aftur á 8. Já, þá nær hann samt að taka tímatökurinn. Já, jú. Hörru, hann misti bílinn. Nei, eftir hann. Ok. Hann pittar ekki. Nú er Skeiri byrjaður á tímatökurringnum og Hannes mjög nálægt fyrir aftan. Kári var fyrir aftan. Það er nú forvitnilegt að sjá hvort að einhverjum langar að henda í spá fyrir kvöldið. Hver ætli vinnið þetta? Ég gef mín á spá eftir fyrstu tímatökurring. Ég ætla að skjóta á að Hannes taki þetta í fyrsta sæti. Ok. Ég held að Lexusin sé mjög sterkur á þessari braut. Ég held að Lexusin sé sterkari heldur en Hugginn á Skára. Og Guffa. Já, svoleiðis. Ég held að já. Það er náttúrulega flott tóg í þessum Lexus, sko. Já. Það líka sækir ekki neitt smá á Skeira, sko. Já, og ekki nú lélegt tóg í Astonunum, sko. Nei, alls ekki. Skeiri leikur að flott fram á. Sýnir Skeiri verið í einhverju vandræðum með eitthvað, eða? Það er ekki vera. Nú var nú eitthvað Já, aðeins fyrir Kára þarna. Já, þeir eru út af hvað. Það er nú eitthvað í gangi sennilega með pedalana hjá honum ennþá. Já. En vonandi bara... Það lausna því. Já, vonandi bara er þetta ekki að fara að hafa of mikil áhrif á hann. Vonandi nær hann að koma sér á strik og ná góðu reysi. Akkurat. Ég er að fylgjast aðeins með Hannesi hérna, við ætlum að sjá 12.000 km. Já, það eru 8 km er það. Það er svo fljótur að fara fráfram að það er einhvern veginn gert.
svona þegar maður á svona langri braut, þá 8 kílómetrar ekkert það mikið, sko. Nei, alls ekki. Það sérstaklega ekki út á 250 eða bara svona. Það að byrja að hotla bensinni hérna. Við erum konur með fyrstu spána í spjalli. Það er hún Eva, hún segir Hannes fyrsta sæti, Jóna er í annað sæti og Rabufan, það segja Þorsteinn í þriðja sæti. Ok, flott, flott spá. Ég ætla að segja Hannes. Ég veit ekki, mér langar að segja Jóna er í öðru en ég held samt að það veri Hannes Kári Jóna. Kári stóð sér svo hetja síðast, sko, hann misti bílinn og hélt samt fyrsta sæti, sko. Minnir að hafi verið þannig. En hann er alveg, það er eins og hann sé nú samt að draga aðeins á Hannes, sko. Þeim nú þokkulega vel gert með það að hann hafði staðið svona bak við Skeira á það. Akkurat. Og Kári er að fara eitthvað vengi við þings. Þú sér það að Kári er 10 sekúndum tímalega síðan á 4 sekúndum fyrir bak við Hannes. Ég vil segja svona kannski 2 sekúndur í Hannes frá það sem hann er, sko. Þannig ég vil segja að Kári er að fara 5 sekúndur hraðar í tíma en Hannes akkurat tíma. Og svo er ég að fylgjast með Þorsteini og Jón Valdimars. Þeir eru nú bara nekk hérna í tímatökunni, sko. Svoleiðis, nei, Hannes út af maður, fyrsta sætið. Misti beygina. Það er þá ekki skemmt á bílum, hann hefur annan hring. Hann hefur annan hring, en hann var á flottum hring, sko. Ívar Eyþórs, hann segir Kári fyrsta sæti, Hannes annað og Jóna er í þriðja sæti. Eru þessi sömu menn sem að fá að verma topp 3. Illugi segir Kári, Hannes, Jóna er, þannig að þetta er þessi topp 3 kraftsömu menninni. Og ég er alltaf með okkar menn hérna á Porsche, sko. Ég er okkar svolítið að skjóta Porsche. Þarna Bíkó bræður. Já. Þorsteinn er núna, hann er bara að fara að taka slipstreamið á beinakaflunum á Jón Valdimars. Það er rosalega gott í tímatökunni. Þetta er akkurat staðurinn sem vil komast í slipstreamið. Akkurat. Það eru þau sínst Jóna er 2 sekundur fyrir bak við Kára með sektorinn og var að fara. Sér að Kjastri og Geir er hérna líka í slipstream-ævintýrum. Kári 6:42. Gert! Góðu tímið það. Það harði ekki. 6:45 á æfingu hraðasta tíma á það. Það veit sá. Jú, 65 var á hann, jú. Jóna misti beygina sinni smá þarna. Fyrsta sektor. Þorsteinn í þriðja, Hannes í fjórða, en að vísu á ótrúlega góðum tíma miðað við að hafa farið út af á hringnum. Já. Veistu, ég ætla að skjóta á Kári, Jóna er Hannes. Nei, Þorsteinn, let's go. Rabufans. Já, Þorsteinn náttúrulega, hann græðir á því að enda ofalega. Hann gæti nælt sér í auka sæti á overall listanum ef hann endar í fyrsta eða öðru sæti, ég man ekki hvort það var. Já. Guffir á fjólublaða sektor. Vel gert. Lókbrautar. Ég segi nú ekki lókbrautar, 2 mínútur í hann. Já,
Það er samt bara mjög fínt að vera á fjólubláum sektor svona snemma þegar allir eru búin að setja hring, sko. Já, akkurat. Það var kannski bara einhver bölvuð vitleysi í mér að pöngin væri ekki sterkur hérna, sko. Það lítur út fyrir að vera mjög sterkur hérna, sko. Já, hann er Næstu, sekúndu. já, ég var næstu búinn að segja mínútu, sko. Ég ætla að reyna að venja með það því, sko. Þú ert ekki með besta tímaskinn í heimi. Getum ekki sagt það. Sævar Helgi, hann bitar ekki. En hann er samt Það er svoleiðis. Já, hann hefur haldið að hann væri að fara... Auka hring. Já, hann hefur haldið að hann væri að fara GP-brautina. Já, svoleiðis. Missir að pitinu þannig. En hann getur ennþá exitað og byrjað upp á nýtt í rauninni. Þá tekur hann... Nei, heyrðu, 2 mínútur eftir. Það tók 2 mínútur eftir, sko. Já, nei, það er rátt, hann genst ekki, hann getur ekki... Hann ætlar að taka bygga á þetta og bara ekki taka tímatökur. Já. Við fyrir núna með sekúndu og eina. Og hann hefur 2 mínútur til að klára þennan sektor til þess að ná öðrum tímatökurinn sem hann nær held ég alveg pottið, sko. Hvað heldur að við höfum verið að missa? Nei, hverju vorum við að missa? Hannesi. Og að missa Hannesi setja 12.000 km á bílinn, en við allavega sáum núna fjólublásektor hjá honum. Já, en hann þarf að toppa fjólubláa sektorinn og Guffa þegar Guffi kemur í mark, sko. Guffi er að taka hérna seinustu beygirnar. Heldur það sé 6.41 eða? Já, góð spurning. 6.41.2, nei, Já, vá. Hannes út af maður. Þvílíkur tími hjá Guffa, maður. Gekkja, 38 maður, ég á bíl hann með hann er mótor. Hannes fór aðeins út af. Demils hægra menna framann. Og brúknar á sig. Óheppilegt. Já, en hann er samt á flottum stað. Nei, hann er ekki á flottum stað. Hann er sér. Þessar tímatökur er ekki að heppnast vel hjá honum Hannesi. Nei, Valdimar í pit. Já, hann hefur bara exitað í pit. Ekki verið á góðan ring. Valdimar á flottum stað, 5. sæti. Já, þetta er góður. Þetta er mjög flott árangur hjá honum. Þá er official tíminn búinn í tímatökum og þá er viðbótartími til þess að leyfa þeim að klára hringinn sinn og það er 7 mínútur sem þeir fá til þess sem að þeir ættu allir léttilega að ná. Já. Guffi er náttúrulega... Nei, Guffi er mjög gamanlega. Nei, Guffi er mjög aftalega. Guffi, sko... Hann getur slegið sjálfa sig út eða hann getur slegið út hans sem slæði sjálfa sig. Hann getur bætt tíman á honum sem að bæti tíman hans. Já, Sævar Helgi er kominn í mark. Hann hefur beðið eftir að tíminn kláraðist og farið síðan í mark. Þannig að hann tekur bygga á þetta og setur ekki tímatökutíma. Guffi stoppaði. Ég veit ekki hvað hann er að stoppa. Hilmar Veigar er kominn í spjallið og hann segir að það sé Jónægir, Kári og síðan Guffi. Jónægir, Kári, Guffi... Já. Ég held að það sé alveg sterkur leikur að spá Guffa góðum árangri hérna. Hann er... Já. Ég meina að hann er búinn að taka út svo mikla vinnu fyrir allt tímið, sko. Við erum, sko, heldur 3 eða 400 manns í prófunum. Hann á skilið 1. sæti í lokakefni. Já, 1. sætið á Nürburgring. Hann var nú að segja það hérna fyrir ekki löngu síðan að það væri langþráður draumur hjá honum að ná 1. sæti á
á Nürburgring. Það hefur ekki ennþá tekist, Akkurat. hann hefur náð öðru sæti en ekki fyrsta. Þetta er náttúrulega bara hans time to shine, let's go. Já, Hilmar segir takk fyrir sísoni, ég segir takk fyrir leiðis. Já, takk sem les, gaman að kæra með þér. Við sjáumst aftur á næsta sísoni. Kári, hann kom og setti betri tíma. Það er spurning hvort að Guffi endar, hann er að stoppa eitthvað að maður þá. Hann er alltaf að dóna út. Kári náði rosalega tíma, 6:40. Þorsteinn í þriðja sæti. Valdimar ennþá í pittunum. Jóna er fjórði. Hannes 50. Kjassi 7. Jón Valdimar 7. Þá erum við bara að fara að sjá hérna seinustu menn klára tímatökuringina. En já, ég sé að Sævar er kominn í spjalli líka og hann segir að hann sé ekki svo fyrsti sem mistekst að setja tímatökuringan. En nei, það er góð saga af því sem ég ætla að leyfa Bigga að segja. Já. Sko, ég var búinn að keyra alla brautina á Outlaw eins og að Legacy. Ég var á beinakampnum og ég var að koma niður af beinakampnum og ég var að fara í síðustu beina. Og ég var reynd á repeat á lagi sem ég var að hlusta á. Ég ætlaði bara að fókusa geðveikt mikið. Íta á X, sem slá repeatinu. Ég notaði nú PlayStation takkaðan, skilurðu, til þess að kontróla Spotify. Og ég á Ring og ég hélt ég væri á Resume, en ég ætlaði þetta á X, en þegar ég var á Exit og þá datt ég út. Og ég sagði bara, þetta er bara frábært. Akkurat það sem ég átti. Það var enginn fyrir fram mig, ég var í fyrsta setið á. Þetta lofaði svo góðu fyrir mig. En beint út í gluggann með hann. Beint út úr gluggann. Og byrjaði þetta aftur. Og byrjaði þetta aftur. Náður reyndar upp í 7. sæti á fyrstu 3 mínútunum eða eitthvað. Bendir Hilmar Veigar á það að Eva fór 6:36.4 í gær í reisinu. Já. Sem er alveg rétt, þannig að hún fór rosalega góða ringi, en það má náttúrulega líka Takk, heldur ekki Tómas. gleyma því að hún var á medium dekkjum. Hún var með meira grip. En Og Tom hörku ökumaður líka. svakaleg reynsla, ekki minn smá reynsla á baka. Ef mér skjátlast ekki þá er hún búin að staðfesta að hún ætlar að taka þátt í Tier 1 í haust, næsta tímabil. Ok. Þú er ekki búinir eða? Guffi er eitthvað að hafa næs, sólbæði. Já, heyrðu, hann ætlar bara að láta tíma renna út. Já, hann er eitthvað að tegja upp puttunum að það er svolítið langt reis framöndan. Jú, 2 klukkutímar eftir. Hvað eru 2-3 mínútur til eða frá? Þegar það eru 2 klukkutímar eftir að reysi. Já. En við vonum bara allra besta. Við viljum sjá meiri slís, en við vonum þeim ekki upp á það. Ég vill ekkert endilega sjá meiri slys, ég vill bara sjá meira action. Við viljum sjá action, ég fíla action. Þetta er flottur pódium Fyrir tímið, T og þetta K er maður. fyrsta og annarsæti. Svona á þetta að vera. Spurning hvort að Kári, sem er nú þegar búinn að vinna þetta, hef ekki bara Guffa 1 vinn. Það er aldrei að vita, kannski bara tekur Guffi vinnið, það gæti alveg gerst líka. Já, jafnvel, eða það. Hilmar segir að Barbie-bílinn var ekki að gera gott í gærkvöldi, en það sem hann á við er að hann var á Nissan GT-R með Barbie livery, fallega skærbleikur.
Hann fekk að kynnast vegnum nokkrum sinnum. Já, hann alltaf lenti í svakalegu netvisinu á undan því minnum mig. Já, það var nú bara mjög tæpt að hann hefði náð að taka þátt. Já, ég betur við pressuðu allir á að eitt restart í viðbót. Já, já. Og það var til þess að hann hafði tekið þátt. Nákvæmlega. Mér sýnist að Guffi nú ekki verið að fara að ná að klára það eini. Hann bara í rally. Sjá það, hann klárlega tilbúinn í þetta. Það staðfest hérna í spjallinu og Eva búinn að staðfesta í beinni útsendingu á Stöð2 eSport og á YouTube að hún ætlar að vera með í 10-1 á næsta tímabili. Vel gert. Það verður spennandi tímabil. Það verður spennandi, sko. Það er sko það Kári æfir sig vel. Já, þá erum við komið með proper keppni á milli fyrsta sætið. Spurning hvort við fáum gitarra bara til þess að joina. Það væri nú eitthvað. Það væri svoleiðis á að vera, sko. En þá byrjar reysið. Time remaining 2 hours. Og við erum með rolling start í kvöld. Jú. Þá er að koma með það. Þá byrjar klukkan að tifa. Allt gengur smurt fyrir sig fyrstu beygirnar. Já. Allir komust hrakfallalaust í gegnum þær. Ég er hérna aftast, ég fylgist með trafíkinu og segir ef það sé eitthvað. Já, ég er að fylgjast hérna með Kára akkurat núna. Já. Það verður spennandi. Heyrðu, við vantar hérna. Já. Það var dekkjaslítu alltaf inni. En Guffi og Kári eru bara að stinga af akkurat núna. Eru komnir hérna úr slipstream reigns við næstu fyrir neðan. Sævar og Skeiri voru aðeins í fæti hérna. Sævar lenti í smá vesinni en ekkert brálaðast það. Gert bílnum mjög vel. Það er líka hérna má pressa þriðja sætið hjá Þorsteini. Jóna er í slipstreaminu á þessum kafla hérna. Það sem það er einmitt við þessa braut er að það er rosalega þröng braut, mikið að beygjum og það er mjög erfitt að taka fram úr hérna á öruggum máta. Þú verður að tímasetja þig mjög vel og gera ráð fyrir að allt getur farið úrskeiðis. Já, hér taka þér ekki mikla sensa vegna þess að það er bara ein klessa og þú getur verið búinn að eyðileggja fyrir þér reisn. Og jafnvel öðrum. Já. Valdimar hérna keyrir mjög flott. Persónulega hefði ég séð fullt af tækifærum fyrir framúrakstur á Jón Valdimars en hann gerði ekki, sló af, var bara fyrir bakveðan. Er að bíða eftir sínu eigin tækifæri í það. Og það er líka ásvöldi köldum dekkjum í fyrstu beygirnar. Hannes er hérna bara með pressu frá kassa. Hannes byrjaði í 7. Nei, hann byrjaði í 5. Og mér fannst þess að Valdimar hefði byrjað í 7. En það er samt ekki búinn að taka fram á neinum. Nei,
Valdimar var í 5. þegar hann fór inn í pittin en svo voru aðrir sem kláruðu hringina og tóku betri tíma. Já, alveg. Að vita hvort það sé eitthvað í gangi hjá Skeira ennþá með stýrið eða petalana. Ég get ekki séð það sko, ég er bara að fylgjast svolítið með honum. Það er búinn að draga svona endurhúsa. Já. Guðmundur Orri er strax búinn með skemmt. Já, Skeiri er búinn að taka fram úr honum sko, Skeiri og aftur baka, það er eftir ekki í hundi. Þorsteinn búinn að stytta bilið í Guffa og Guffi búinn að lengja bilið í Kára. Já. En þetta er bara fyrsti hringur af það bil 20 eða 19 cirka. Já. Það getur nú margt skeið. Já, það er alveg rétt. Þorsteinn farin að pressa vel á Guffa núna sko. Þannig ef hann heldur þessu bili sem að þeir eru með núna þá eru góða líkur í því að hann ná að taka fram úr í Beinakaflanum? Já, beinakaflanum. Já. Þannig að ég get ekki sagt að sé mikið bil sko. Nei. Ég held að Aston Martin alveg skjótist fram á þessu byssu á beinakaflanum. Það er spurning hvort hann muni síðan fara beint fram úr eða hvort hann muni slá aðeins af og leyfa Gunna á meðan að Hann er alveg kominn aftan á núna sko. Já, en þegar hann kemur á beinakaflann þá getur verið að hann sláður lítið af til þess að taka fram úr rétt tíma sko. Skiptir svo miklu máli í beinakaflann að taka ekki fram úr og snemma sko, því að þá nýttir það. Þetta er maður. Svolítið svona drippinni að Guffa. Það er enda sko, hann gæti nýtt sér það, hann gæti nýtt að slipstýri með hans Guffa í framhóðunum og lett í slipstýri hjá Kára. Já, reyndar, það gæti gerst núna, það er það stutt í Kára. Það gæti vel gerst. Þá gæti gerst. að fengið spakara toppbít en ég veit ekki hvort það dýja, hann nær fram úr Kára með Guffa sko. En hann nær ekki á Kára fyrst við sko. Jú, hann nætti hann á akkurat á. Hann nær ekki slipstreaminu hjá Kára, en hann spurning hvort hann nái að vinna á Kára. Nei, Guffi komið maður. Já, sæll maður. Það var svolítið út fyrir brautarmörk til þess að reyna að ná fram úr aftur. Já. En sko, svo er Jónægir bara beint fyrir aftan þarna líka sko. Hannes þarf að vinna svolítið á tímanum sínum, hann þarf að ná tæplega 4 sekúndum á toppslaginn til þess að ef hann ætlar að ná að komast í toppslaginn. Já, akkurat. Uppið það verði ég svolítið vel sko. Þorsteinn er að stinga svolítið af frá Guffa núna.
Jóna að sækja svolítið vel á Guffa. Já. Vá, hann hafði mjög mikið á Guffa bara í þessari beygju sem að leggja sér. Já. Þetta einmitt annar svona sliktur í staður. Ekki góður staður til að taka fram á samt. Nei. Hannes að minnka bilið að Jónæi. Og Jóna að segja. Já, hann búinn að minnka bilið næstu í hálfa sekundu. Já, svona 0,4 frá því byrjun rings. Jóna var svolítið spenntur á gjöfun og downshiftaði hann í fyrsta svolítið snemma fannst mér. Visti það svakalega tíma á Guffa. En no worries, hann bara komið með tíma aftur. Og Þorsteinn svona, já, þetta svona, hann að minnka bilið í Kára en svo lengist það aftur. Þetta svona fram og tilbaka hjá þeim. Já. Það svolítið bil hérna á milli topp 3 mannanna, sko. Og Jónæi að pressa vel á Guffa upp á að reyna að ná í topp 3. Er ég að rugla eitthvað? Það ekki kjassi á hann á bakvið Hannes? Jú, það getur passað. Jú, hann komin í 8. seti með damage aftan. Já. Það spurning hvort þetta damage að framan hjá Guðmundur og aftan hjá Kjassa tengist eitthvað. Ég náði ekki að sjá hvað nákvæmlega gerðist. Finnst það svolítið líklegt, sko. En ekki það að ég veit hvað það skeið, sko. Hannes að minnka bilið alveg óðfluga í Jónæi. Hann var 3,8 þegar við byrjuðum með hann frá Jónæi og núna 2,8. Ok, hvernig bilið á... Já, hann aðeins að það líka frá Guffa, sko. Já. Hann var alveg í 0,4 á hann. Hilmar spyr hérna í chatinu hver gerði livery hjá Kára og Guffa. Það held ég hann Guffi sem gerði það, þannig að minnir mig að ég hafi séð Guffa sér að liveryinu fyrir Kára. Þorsteinn hérna, hann var að slá í 20.000 km á stemmarteinum. Já. Þetta vel nýttur kappaksturspíl. Já, ekki neitt smá. Kári búinn að fara 189 km síðan hann fór í 12.000. Já, Þorsteinn kom innan við sekundu á eftir Kára, þannig að bilið að minnka þarna. Já. Þannig að það er spurning hvort að Þorsteinn ætli að taka bara fram úr Kára á beinakaflanum alveg svo gerði við Guffa. Það er spurning, sko. Hann geti nýtt sér það eins og hann gerði það með, já, eins og sagðir, með Guffa á það. Það sem maður sér að Þorsteinn hann að nýta dekkinum og bensíninu hraðar heldur en Kári. Það er alveg töluvert, sko. Þannig að það gæti enda með því að hann þurfi að fara fleiri stopp. Mér finnst það nú hæpið að vísu. Já, hann komin alveg rosalega nálægt. Ég ætla Nei. Kíkja Það er spurning hvort hann... Hvað sagðirðu? Ég ætla að reyna að kíkja í... Hvernig
skipti ég sjónar, þarna. Kík inn í bílinn til hans, Þorsteins. Já. Nú hann í slipstýrinu, vá, þetta 0,7, 0,8. Já, ég hugsa hann sé í slipstýrinu. Og mér sýnt hann að ná betra exiti líka, sko. Já. Og hann verður að tímasetja sig mjög rétt, sko, ef hann vill ekki missa hann Kára fram úr sig aftur, sko. Já, hann getur bara tímasetja sig rétt, sko, miðað við hvað hann sko. Já. Jú. Já, hann kominn í fyrsta sætið, hann Þorsteinn. Hann sko að fara að setja ykkur svakalega bestið left sektor, sko. Vel gert, vel ekki. Ekki neitt smá, sko. Já. Slær besta tíma og kominn í fyrsta sæti. Núna getur hann að fara að verja bara, keyra safe, spara dekkin. Já, hann þarf að fara að spara dekkin, sko. Og bensinni líka. Já. En ég meina hann ætlar að sýna sig að hann ennþá til og hann sé ekki í fyrsta sæti overall, sko. Já, nákvæmlega. Já, það var nú þannig að hann þurfti fyrsta eða annað sæti til þess að hafa upp sæti í overall stigakeppninni. Já. Þess að það gangi upp samt þarf hann að halda þessu fyrsta sæti en þetta lítur rosalega vel út í ánum. Guffi búinn að stinga svolítið vel af frá Jónæi líka. Jónæi með því líka pressu á hann, sko, en ekki mikið pressa núna. Jónæi með penalty, hálfsekúndu. Já, akkurat að sko. Já, sko, hann sko riftandi þarna stóru vinstri tegina og svo ítti upp og tók eftir að það var penalty á hann í Jónæi. Jón Valdimar er svolítið einn í heiminum akkurat núna. Það eru 9 sekúndur í næsta fyrir framan og 3,6 í næsta fyrir aftan. Já, Geir er 8-8, hann er niðri bara. Já. Og þeir sem fylgjast með umhverfinu og svona. Og ekki það slæmt umhverfi til að fylgjast með? Nei, segðu, þetta er mjög flott gæði í þessu leik. Eða þetta sé bara simulators. En Kári heldur áfram að pressa á Þorstein. Kári er ekki vanur að gefa fyrsta sæti frá sér þegjandi og hljóðalaust. Nei. En erfitt að gera á beinakappnum og hefur við rosalega stjórnfræði. En ef þú fylgist með bensínu, sko, það munar alveg svolítið miklu á bensínu hjá þeim. Já, það gerir það, en það er bara spurning hvort að annar þeirra ná að taka einu hring lengra á bensínu og mögulega taka færri pitstop þá. Það er rauninni, já, þeir hljóta þurfa að taka allavega 3 pitstop. Já, allavega, sko, með dekkin, þá er ég svolítið hræddur að Þorsteinn muni klára dekkin við að halda Kára við bakveg sín. Kári mun bara vera fyrir bakvegan og halda pressa á hann. Þetta er þannig að Þorsteinn pressast í að fara í pit sín fyrst. Já, ég hugsa að það sé alveg hárrétt hjá þér. Þó að hann sé að hann er alveg að standa sig vel núna, hann er komið inn yfir sekundu á undan Kára sem þýðir að Kári er ekki lengur með slipstreamið á Þorsteinn. Að þá verður Þorsteinn að passa upp á bensinnið og dekkin líka. Sko, þessi Aston Martin er miklu sneggri á beinakaflanum heldur en þessi Peugeot, sko, ég er bara að horfa á áður voru að tala um að vera sekundu á milli og allt um 1,3, sko. Já.
komin í 0,9 þannig að þetta er fljótt að breytast. Þetta er mjög snöggt að breytast, sko. Sko, Þorsteinn er ennþá að taka fjólubláa sektora, sko. Já. Herru, við erum með einn forflyttara. Já, það. Þú erum komin í 10 öfmenn. Það er rétt, það vantar hann Sævar Helga. Já. Já, hann er dettur hann út. Það er hægt að fara 6 ringi, segir Eva. Það er alveg rétt, það er hægt að fara 6 ringi. Ég reynda veit ekki með, ég hef ekki... Á harddekkjum þá ættanlega geta það. Já, en þeir eru með meira bensineyðslu heldur en við vorum með í gær, þannig að sko, þegar ég var að keyra bimman í gær þá var ég að geta náð 6 ringjum akkurat ef ég hefði viljað að reyna það, sko. Og ef ég horf á bensin og gumma á þriðja hring, hann er 4 mínútur inn í hringinn og hann er með hálfan þangað, slétt hálfan þangað. Já. Hann er ekki að fara að ná 6 ringjum. Og Þorsteinn ekki heldur, en... Nei, Þorsteinn... Kári gæti. Já. Ef að þeir taka 2 stoppa plan, þá verða þeir að fara 6 ringi og reyna að láta 7. hringinn ganga upp í sem Það seinna. getur erfitt, sko. Það getur mjög erfitt, sérstaklega það sem að þú þarft að láta þetta enda í tíman sem að pitstoppi tekur, sko. Já. Og það gæti með þess að vera skynsamlega bara að pitta á einu stundu oftar, en það er samt alveg 19 sekúndur eða eitthvað sem þú þarf að taka af tímanum, sko. Já. Það er bara jafn mikið og 3-4 spinn, sko, á einum hring. Þetta er orðið rosalega jafn bil hérna, þetta er 1 sekúnd á milli Þorsteins og Kára, 2 og Kára í Guffa, 2 frá Guffa í Jónægir og 3 frá Jónægir í Hannes, þannig að það er hérna er hugmyndir að taka fram úr Skeira. Þetta var Skeiri ekki alveg Skeiri var einhverjum 20 sekúndum undan hugmyndið á hann. Svo tekur Skeiri aftur fram úr. Nei, Skeiri var 8 sekundur á milli þess að Kjassa og Skeira og Skeira og Guffa. Það er Kjassi í pitinn. Já, vá, hann er með svolítið mikið af skemmtum. Hann er með skemmtir framan og aftan. Framan og aftan? Já. Maggi Ingól segir hérna að Corvettan sem dæmi nær ekki meira en 5 ringjum á þessari braut. Hann kom með 0% bensín á bílum eftir 5. ring inn í pit. Já. En ef maður kíkir hérna á toppinn aftur þá sjáum við að dekkjaslitið hans Þorsteins er farið að hafa áhrif. Kári er kominn skuggalega nálægt honum. Já. Það er líka bara muninn á bensineyðslunni. Já. Kári gæti farið miðað við bensineyðslunni og hann er á 4. hring, þá gæti hann farið 7 hring, sko. Heldur hann náði 7 heilum í viðbót? Nei, ekki í viðbót, hann er 4 í viðbót. Nei, fyrirgefðu. Já, 3,5. Já, myndi það.
Það gæti alveg gerst já, miðað við hvar þeir eru staddir á brautinni og við erum á 3,5 hring núna. Svo þeir eru allir, Traktor kom með Damage hægra meina framann. Já, Hannes komið fyrir framann. Hannes var í 5. sæti þegar við byrjum inn á hring. Já. Við lendi í einhverju hann Jónæ, við höfum mistað þeim. En allan er búinn að ná 0,1 á penalty. Það er greinilega rosalega erfitt að ná penalty á þessu braut þegar þeir keyra. Já, það er svo lítið af plássið þar sem við erum ekki full átt í þessu. Já. En þá er bara í rauninni spurningin að sjá hvað gerist núna upp á hvort að Kári nái að halda þetta stuttu bili í Þorstein og nái þá að komast í slipstreamið hans á beinakaflanum í lokin. Já. Já. En við sjáum það alveg að Astonin er að fara töluvert hraðar á þessum rauðu köflum. Já, hann er bara að stinga Kára af á beinakaflanum. Og ég með þess að ég er að horfa á Jónæðir hérna. Þá get ég sé hvað er langt í þess að fyrsta sætið og það er 13 sekundur. Og það er 13 slétt þegar þið voru áður á þessu beinakafla. Það er 13,7 núna og Traktor er ennþá á beinakaflanum. Já. Hann er reyndar með Damage að byrjum, þannig að það er ennþá hann er sko, en eins og þetta er akkurat núna, þá þarf Kári að ná þessu sectioni á milli karúsellana alveg þokkalega vel til þess að ná í slipstreamið hjá Þorsteini á beinakaflanum. já. Og alltaf Þorsteinn á miklu léttari bíl núna, þannig að lítið eftir að bensin. Já, reyndar það munar næstu í fjórðung á ganginum hjá þeim. Þannig að það gæti alveg, Kári þarf alveg virkilega berjast fyrir þess að komast frá. Ja, þetta er bara heill hringur sem munar, sko. Já. Kári er búinn að ná þessu undir sekundu. Hvað er langt í Hannes núna, segir Eva, kíkjum á það. Kári er að shortshitta svakalega. Já, hann er að spara bensín. Það er nefnilega, já. Hannes, hann er 5,6 frá Guffa og 10 frá Kára, nei frá Þorsteini segir. En Kári er að nálgast, þessi beigjukaflar virðast vera sterkir hjá hugganum. Mjög. Tala nú ekki þegar hann er að shortshifta og er samt að ná að minnka bilið, sko. Já. Þá er spurning hvort hann nýtir alla gírina núna til að ná í slipstreamið. Það verður tæft hjá honum. Spurning hvort það náist. Nei, það næst ekki. Það er ekki slipstreamið. En Astonin ætti að ná einu hringi viðbót núna. Hann nær ekki meira en einu hring á þessu bensinni. En Puggin geti eins og að náð meira en einu hringi viðbót. Spurning hvort að Jón er veitt í núna eða ekki. Já, það er oft með skemmtina. Já, ég enda get ekki séð að Damage sé að slíta dekkina hægra meina framan eitthvað meira. En þetta er að taka helling á toppspítur í honum. Já, þetta er alveg virkilega áhrif á það þetta. var rosalega. 250 öllum kafla er alveg 10-12, nei, þetta er næst í 16 minna heldur en Porsin fer þarna venjulega. Já. Já, beint í pit. Já.
núna er bara í rauninni spurningin, sko, ég held að það sé alveg klárt mál að Þorsteinn fari í pittin eftir þennan hring. Hann er þá væntanlega á þriggja stoppa plani. Já. En spurningin er hvort að Kári muni ná fram úr honum áður en hann fyrir pittin eða ekki. Því að Guðmundur orðið fyrir inn í pitt núna. Það Og gæti Skeiri. alveg verið, sko. Og Skeiri fyrir inn í pitt núna, hann samt enginn skemmt á bílum. Það er bensinið. Já, en það ætti nú samt alveg að duga fyrir hringi viðbót. Hann er á 4. hring. Já. Hann er minni en 1/4 eftir. Já, reyndar. En Þorsteinn hélt áfram með minn en 1/4 eftir. Sama bíl. Já. Kári er að pressa svolítið vel á núna, sko. Hann er bara með miklu betri dekk og miklu meira bensin. Og Kári er mjög vel settur, sko. Þetta er náttúrulega, við erum í endurance, þannig að þeir sem geta gert flesta hringir en það eru 1 eða 2 tíma er þessi vinna. Já. Svo sjáum við hérna að ef við berum saman dekkjaslit hjá Kára og Guffa þá er það bara nánast alveg eins. Já. Einu munurinn er bara bensinið. Það er meira bensin en Kára. Já. Kári er náttúrulega búinn að vera shortsetter svolítið og búinn að hafa svolítið af slipstreami. Já. Hannes á bensinið í 1 hring í viðbót, þannig ég held að það sé rétt hjá Evu sem segir í spjallinu að hann muni sennilega bara 6 hringi áður en hann pittar. Já. Það sést að við vorum að koma af smá beinum kafla þar sem að bilið á milli Kára og Þorsteins er komið upp í 1,2. En núna er Þorsteinn kominn á ljósið. Þorsteinn er nú að koma á ljósið. Ég er svolítið stressaður fyrir hans hönd. Ég hugsa að hann nái nú alveg hringrum, sko. Ekki miklar áhyggjur af Já, því. ég er bara held... Ég held að Kári nái fram úr honum svona no joke. Á beinakaflanum? Já. Það geti alveg gert, sko. Bilið hérna á milli Guffa og Hannesar er að lengjast aðeins. Það var komið undir 6 sekúndur áðan og það er yfir 6 sekúndur núna. Já, 6,1. Já, það er þetta aðeins að minnka nú. Guffi er bara í rosalega góðri stöðu í 3. sæti á númerinu. Já, hún er alltaf liðsfélag fyrir framan hann. Já. Það er algjör heiður á Kára að gefa honum sætið, sko. Aftur komnir á smá beinakafla og þá bara stingur Þorsteinn af, sko. Við erum á leiðin inn í seinna karúselið og 1,5 á milli þeirra, þannig að það, ég held að Kári nái bara ekki fram úr fyrr en að Þorsteinn fari niður pitt, sko. Já.
Sér sko, Aston Martin að naða einn tímum sko. Þetta bara 10 sekúndur brot hvert sekúnda skilur. Já, já. Líka fara næstu 5 km hraðar niður brekkuna heldur en Pusöðun. Allir Pusöðun fær í pit líka? Nei, hann... Nei, Pusöðun heldur áfram sko. En þá sko pressan á þá félaga, Guffa og Kára að taka það góðan hring núna að þeir missi Þorstein ekki fram úr sér þegar að hann kemur úr pit. Þessu þegar þeir fara í pit og eftir. Akkurat. Hannes heldur áfram líka og er þá kominn upp í 3. sæti. Kominn undir 6 sekúndur frá Guffa aftur. Bilið á milli Guffa og Kári er búinn að haldast nokkuð stabílt í kringum 3,5 til 4 sekúndur, bara eiginlega allan tímann. Já, Þorsteinn nær að halda 4. sætinu sko, þar sem að Jón Valdimars kemur og fer inn í pit sjálfur með 4% af bensínu. Já. Ég tek þetta eftir að Jón Ægir lagaði ekki damage þegar hann fór í Þess að ég til allar líkur á því að hann hafi lagað damageið en bara skemmt bílinn aftur. Þannig að hann er allan leiðin í pit. Klæst aftur á maður. Damage vinstra megin líka. Já. Það passar þetta með fullt bensín, liggur við og fullt ný dekk. Hann tekur ný dekk og tekur hann jú, hann fyllir örugglega bensíni líka og Hannes aftur að draga hvað hann samt úr frá Guffa. En Þorsteinn kemur hérna bara, þetta er í rauninni draumastaðar til að koma út úr pittinum. Já, 4. sæti. Já, hann er í 4. sæti og það er sko hálf mínúta í báðar áttir í næsta mann sko. Já, sko það pælaði að þessu 25 sekúndur í Hannes og þegar að Þorsteinn fór í pittin þá held ég að verið cirka 12 sekúndur í Hannes þá sko. Já, þetta er langt pitstop. Ekki neitt smá sko. Þess vegna borgar það sig að reyna að fara bara 2 í staðinn fyrir 3. Já, bara 10 sekúndur. Sér það, ef þú ferð 3 pitstop þá nærðu 15 hringjum, þar segja að þú spittar á 5 hringja fresti. En ef þú ferð 2 pitstop þá nærðu 18 hringjum. Miðað við 6 hringja fresti. Núna er Kári bara alveg flatt át, hann er ekkert að spara bensínið akkurat núna. Allt í Auka bilið upp í 4,7 í hann Guffa, búinn heila sekundu. Hann ætlar greinilega að ná það góðum hring að Þorsteinn nái ekki að koma fram úr. Já, nákvæmlega. Þetta eru 35 sekúndur sem hann hefur. Þorsteinn er samt að minnka bilið í Hannes líka. Þannig að hann er ekkert á neitt glöggum hring sko. Nei, alls ekki sko, hann er bara nokkuð gott. Hann er ekki að slá á Þorsteinn sko. Nei, hann ætlar að ná ofalega. Það verður fróðlegt að sjá hvernig þessi pit strategy endar sko. Við höfum alveg séð það að pit strategyin getur í rauninni eyðilagt
Hún getur... Eða skemmt. Hún getur... Já, akkurat, hún getur sko eyðilegt ógeðslega mikið fyrir þér eða hún getur grætt helling á þér. Já, við sáum það rosalega vel á Suzuka minni mig. Já, jú, það passar. Þá náði Hannes, hann var með betra pit strategy heldur en Kári og kláraði bara hálfri mínútu undan Kára. Já, hefði getað klárað hálfri mínútu undan, ákvað að pitta á besta hringnum. Svo þegar Koltur kom út úr pitinu þá voru 25 sekundur í Hannes og núna eru 23. Já, það eru 34 í Kára frá testinni sko. Þannig að bilið er að minnka. Já. Þegar maður Guffi er kominn á ljósið en ekki Kári. Svo náttúrulega eitt. Ef þú sparar bensínið og þó þú pittir á sama tíma heim, það þarf ekki endilega að setja jafn mikið bensín á tíma þannig að þú ert ekki jafn lengi inn í pittin. Það verður líka að hugsa það svolítið. Já, en það er náttúrulega líka spurningin er í þessu tilfelli eru þeir nokkuð að fara að ef þeir ætla að taka tveggja stoppa strategíu að þá fylla þeir væntanlega að vera bílinn til þess að ná öllum 6 hringum. Já, en náttúrulega þú þarft ekki að setja jafn mikið bensín á hann. Nei, þú ert með meira í tanknum fyrir. Já, og sparar það svolítið tíman inn í pittin. Já, Þorsteinn að sko bilið er orðið 33 sekúndur núna í Kára og hann er kominn niður fyrir 23 sekundur í Hannes. Hann er í botni sko. Hann er í fluggýrnum núna. Hann er sko búinn að vinna kappið þessi sko. Já, en hann verður að fara að spara bensín sko. Út af því að ég spái því, ef að þeir taka tveggja stoppa strategi og þetta er ákveðningja reis að þá í rauninni græðir hann Þorsteinn ekkert á því að vera hraðari út af því að hann endar fyrir aftan út af 3. pitstoppinu. Sér núna, hann er búinn að pitta á undan þeim. Hann er búinn að pitta núna einu sinni oftar en þeir. Hann er 35 sekundur fyrir bak við Kára. Já, nákvæmlega. Núna eru þeir komnir í pittin, Guffi og Kári, þá er fróðlegt að fylgjast hérna með Þorsteini. Nær hann að taka fram úr eða ekki? Og enginn af þeim er kominn inn í pitti. Jú, Kári var að lenda í pittinu. Dekk kominn og er að setja allt sveit á hann. Þorsteinn er að fara hérna SP-nar. Kári er ekki ennþá kominn út. Það er að setja bensín á hann. Þorsteinn er kominn fyrir framan, Kári er að leiðin út. Let's go. Þorsteinn er núna 2 sekúndum á undan Kára, þannig að þetta kemur út á mjög svipuðum stað. Já. En þá er fróðlegt að sjá hvað Kári gerir. Hvort hann sé að fara að fuel save eða hvort hann sé bara að fara að pusha á fullu og ná Þorsteini. Eða reyna að... Það er ekki fyrir í endan sem við virkilega sjáum svona hver á hvað mikið eftir á bensíni. Og því það er leiðilegt ört á síðasta hring og þú nærði ekki að klára út á bensínuðinu. Já, það væri stemmt. Það er bara... En jú, það er svo sem alveg á rétt í endan þá get ég sagt þér nákvæmlega hver vann og hversu oft í pittin. Það mun allt koma í ljós í þetta. Já. Þannig að endilega áhorfendur góðir, fylgist með til endaloka. Þannig að þið vitið öll svörin við okkur.
Kári ekki að slá af. Hann að fljúa svo þegar en hann að sækja svakalega á Þorstein. Hann ekki að sækja svo bláðan, hann að halda þetta á líka. Þetta að minnka bilið hérna. En það að minnka nóg? Því að einu kaflarnir eru eftir. Það sterkir hundurinn af Þorsteins. Já. Illi segir hérna þvílík bomba svona í lokin á tímabilinu, brilliant race, ég get alveg tekið undir það. Bæði skemmtilegt race og það bara, ég held að það sé ekki hægt að eiga leiðinlegt race á Nürburgring, þetta það skemmtileg braut. Nei, ég er alveg sammála því, sko. Ég er alveg sammála því, sko. Bara með þess að... Þetta er bara iconic braut yfir bróðu og. Mér fannst með þess að bara í gærkvöldi bara 1 klukkutími ekki vera nóg, það var svo gaman að keyra. Þetta er ógeðslega skemmtileg braut og það er alveg ástæða fyrir þessi braut alveg. Þetta er brautin sem allir miða bílunum svona við þegar verið að selja hraðasta bílinn eða besta metið eða... Þetta er svo geggjuð braut, sko. Þetta er góður þjóðvegur. Þannig, þú ert allavega mjög heppinn að vera búinn að pröfa að sitja í sig farþegi og keyra brautina sjálfur. Ég er að vísu ekki búinn að keyra brautina sjálfur. Ja, það er búinn að vera farþegi. Já, ég fór á ringtaxi fyrir... Já, 4 eða 5 árum síðan. Ég man ekki hvort ég er 34 eða 35. Já, það er svoleiðis. Það er svoleiðis. Það var allavega þegar ég var 30 sem ég fór á brautinu. Já. Þetta er ekki að ganga alveg nógu vel hjá Kára akkurat núna, hann er ekkert að minnka bilið. Nei, ég ætla akkurat að segja, Þorsteinn er aðeins búinn að stúta sig frá. Maggi spyr hvort ég hafi farið hring með Sabine, en svo var nú ekki. Þegar ég fór hérna 2017 þá var BVF hætt með ringtaxi og þar var það ekki í boði. Það var komið annað fyrirtæki sem er núna ennþá í rekstri þarna á brautinni, en Sabine vinnur ekki þar, það vann ekki þar. Þú fórst á M3, eða ekki? Jú, ég var á M3-ur næst nýjasta, sem sagt. F80, nei 80. F80, M3. Það var rosalegt. Ógeðslega flottur bíl. Það er svo fallegur bíl. Það er ekki smá, svo bara, maður er orðinn ansi sjóaður í að keyra eins og mikill vitleysingur í gegnum árin, en það var ekkert sem gat undirbúið mann fyrir hversu vakalega það tekur á að sitja í bíl á þessari braut. Veistu, ég trúi því mjög vel. Þetta er svona dót sem maður fær bara hraðablind myndi ég búast við, sko. Já, ég bara, ég fór þarna 1 hring, náttúrulega. Ég er ekki viss það að ég hefði meikað að fara heila hringi í viðbót, Ég er nefnilega hræddur við erum ekki vanir að
vera, allan tíman á 200 beigjum í, 6-7 mínútur, sko. Nei. Þannig að, og það er fleiri á brautinni og þetta er alveg gigantískt sjokk fyrir okkur, sko. Já. Það er rauninni eina sem að leiði mér að slaka þess á þarna var að á einu kaflanum var mótorhjólaslys þannig við þurftum að keyra hægt. Já, það er svoleiðis. Já. Ef ég að vera sammála, ég get verið svolítið bílhræddur sjálfur. Já, ég segi nú ekki bílhræddur, en það væri ekkert kósí að vera eitthvað í botni endalaust með einhverja manneskju sem þú þekkir ekki neitt. Það er óþægilegt. Já, ég var fullt traust til ökumannsins á ringtaxi, sko. Ok, flott. Þetta eru menn sem að keyra þessa braut allan daginn, allt sumarið, sko. Já. Það lítur að vera skemmtileg vinna, maður. Það getur bara verið eins og Kári, bara að æfa sig að setja fjólbáðan tíma. Já. Þannig að taka hamborgaratilboðið af honum Þorsteini núna. Já, ekki neitt smá. Ef hann heldur þessu áfram. Já. Vá, Þorsteinn verður að fara að spara aðeins bensínið maður og dekkin. Já, þetta er... Á. Þorsteinn er að 3 stoppa plani, það er bara ekkert hægt að segja. Nei, hann er á fjólubláðum sektor líka. Guffi líka. Nei, ekki lengur. Núna er Æsmann kom með 30 sekúndna penalty. Hvernig tekst þér að ná 30 sekúndna penalty á þessar braut? Þeir eru aldrei tekið saman. 0,3 fyrir ekki. Já, ok. Þú og þitt tímaskinn. Þetta er allt á sínu staðina. Allt í haki. Já, en hann Illi rósar okkur fyrir það mín tributið í gegn. Já, takk kærlega fyrir það. Það var endar hugmyndin á Stanna. Stanni á alveg 100% þegar hann var í. Já, þetta var við hæfi fannst mér. Þetta var... Virðing bara, þetta er virðing. Já, drottning brautarinnar. Við lestu krabbameini 51 árs gömul núna fyrir stuttu síðan. Mjög stuttu síðan. Það var mjög óvænt líka. Þorsteinn er ekki lengur á fjólubláðum sektor. Nei, ekki Kári heldur. Nei. Guffi er að setja sinna eigin besta tíma. Já, Kári líka. Hannes líka. Það er nefnilega málið með Þorstein að sko, hann getur ekki sett sinn eigin besta tíma nema að vera með fjólubláðum sektor. Ef við segðum mér eitt. Já, 1. Að Valdimar okkar, er hann búinn að fara í pittin í dag? Já, það er eitt hérna, 4. hringur, 7.25. Já, jú, hann fór í pittin út af skemmtum minni mig. Já, ok. Hann er ekki með brjálæðislega mikið eftir að eldsneyti. Nei. Það er rétt. Það er orðin alveg svakaleg bilinn á milli... Nei, akkur þetta er að horfa á... Skeyri þetta aðeins að... Já, ég var akkurat að horfa á hann slæta aðeins að það. Það er komið svolítið bil á milli manna hérna. Það er mínúta 22 frá Guðmundi í Skeira og mínúta 18 frá Skeira í Kjassa. Já. Kjassi reyndast upp frá Jónægi. Herri, já, Valdimar, hann er með það lítið bensína og það mikið eftir að hringnum að... Það var erfitt að klára það. Hann þarf að vera rosalega varlega núna og samt með pressu frá Jónægi fyrir aftan, sko. Þorsteinn á fjólubláðum tíma, 0,2. Ef Valdimar verður bensínlaus áður en hann kemst að beinakaflanum, þá erum við að tala um að hann hefur verið að missa Jónægi fram úr sig. Já, hann verður fastur 80 til hraða.
Það sennilega það eina sem verra heldur en að skemma vélina á þessum braut, það að verða bensínlaus. Já. Það er mjög glatað, sko. Bensínlaus það festist á 80 km hraða en skemma vélina á kennslunum alveg upp 150-60, sko. Já. En hann er auðvitað kominn með fuel-mappið á 5, sko. Já, ég býst við því, sko. Það er miðað við hvað Jónægir er að sækja vel á. Kári nær fjólubáðansektor hérna. Hann er búinn að sækja svolítið á Þorstein, sko. Þú kom 3 sekúndur eitthvað sleiðis minnum mig. Þorstein er að stinga hann á beinakaflanum. Já, hann bara gjörsamlega hverfur, sko. Það dugar ekki fjólubáðan hjá hann. Ekki heldur á Kára. En Kári stúta sinni megin besta tíma. Já, 0,6. Nei, æspann þarna aðeins í... Hann misti penalty reyndar, en hann misti bílinn í leiðinni eitthvað smá, en hann klæsti ekki á. Bara svona driftaði svolítið. Já. Þá er Valdimar hérna dett inn á beinakaflan. Hann á hérna bara gulur eftir, sko. Já, ég sé það. Hann er 5,4 sekúndum og seinna á sin eigin besta tíma, sko. Hann á, sko, ekki mikið eldsneyti eftir. Fylgjast með hraðanum, sjá hvort hann nái... Hann er bara fastur í 252, sko. Já, það er hérna fuel saveið. Já. Hann er eldsneytislaus. Hann er komin 0% en hann er ennþá með alveg guðurna til þess að komast að stað, sko. Úff, ég ætla að segja hann ætla að missa pitinu, maður. En hann misti gessa allavega hana. Með 0% hann missi gessa. í bitin. Hann missir ekki skeira. Þannig að hann var núna mæti pitið, sko. Já, þetta er löng pitstop eftir að þeir breyttu pitstopunum í leiknum. Já. Kíkjum hérna aðeins á toppinn aftur, en það er bara... Hann Þorsteinn er að keyra alveg eins og meistarinn. Hann er bara... Kári er ekki að ná hann, en Kári kannski veit Kári að hann þarf ekki að ná hann. Já. Það vísur að setja fjólubláðan sektor. En ég myndi giska á það að miða við að það er klukkutími eftir að reisinu og já, ég held að Þorsteinn ná ekki að klára þetta á 2 stoppum, sko. Nei, mér finnst það hæpið, sko. Þetta er samt, sko, ef maður horfir á þetta, þá eru 16 sekundur á milli 1. og 4. sætis. Já. Og það, þú veist, í 2 tíma reysi, þá er það er bara, þú veist, rosalega stutt, sko, út af því að það þarf ekki mikið að gerast til þess að einn nái, sko. Nei, akkurat. Þannig að þetta er afturlög. Men ég er Geir er að að koma í segja pittin. því að Hannes var að setja rúmlega sekúndu í fjólubláðan sektor. Já. Það er 0,7 hér. 0,7 núna. Það er, sko, beinakaflinn hefur, sko, þú tapar svo mikið að ná ekki góðu toppspíti á beinakaflanum, sko. Já, en
það það sem Lexusin hefur. Lexusin hefur alveg toppspeedið, sko. Já, það samt það. Hann að ströggla við að koma sér 250 hérna, sko. Já, reyndar. En þetta svo... Þannig að þú sér hann strax búinn að tapa, sko, 0,7 sekúndum á besta tíma, sko. Bara við að vera á beinakaflanum, sko. Já, það rétt. En það gaman að fylgja samt með þessu Lexus, sko. Það svo skemmtileg hljóð í honum. Það geggja hljóð í þessu bíl, sko. Það nefnilega geðveikt hljóð í þessu bíl, sko. Jöp. 8 sílindra drunun, það eru alltaf geggjaðar. Það besta soundið, sko. Ég tek alveg undir það með þér. Það getur ekki toppað á Fontine. Já, það getur þátt toppað á Fontine. Já, VAF 10 til dæmis. VAF 10 er cool. VAF 12 er líka geggjað, sko. Já, já. En það bara ennþá þessar 3 sekúndur á milli Kára og Þorsteins. Já. Það bara allir á fjólubláðan sektor hérna. Já. Ekkur við. En erum við þá að fara að sjá Wow. Hannes sem er- sekundu aftur, sko. Já. Hann er ekki að slá af þessi, sko. Nei. Hann er sko í botni. En þá spurning hvort að við séum að fara að sjá nýjan besta tíma núna í lok þessa hríns og þá, ef svo frá hverju. Ég ætla aðeins að fylgjast með Hannesi þetta. Ég get síð núna sektorinn í honum, hvað hann er að tapa mikið á beinakaflanum. Hann er 1,4 fjólbláðssektorinn að komin á beinakafla. Rosalega góðu tími á það. Geðveikur tími, sko. Með halvan tank líka, sko. Hann er samt alveg að ná 267, Já. 8, sko. Það er mjög svipað hraði og Astonin, sko. 1,4 var það 0,7 núna, sko. Já. En Þorsteinn náttúrulega setti tíman með slipstreami frá honum Kára þegar hann var að taka fram honum, minnir mig, sko. Já, það er rétt, það passar. En það er nýr tími. Það er nýr tími. Hannes 641, 32. Það styttist bara í það að Hannes er búinn að keyra til Akureyrar. Bara leiðina. Nú. Í 400 og hvað kilometrar á Akureyri. Frá Já, þú Keflavík. meinar já út af því að hann var að detta í 12.000 í byrjunni. Ég ætla að segja það Já. Ég miskildi aðeins, ég held að þú verið að segja að það væri 12.000 km til Akureyrar. Já, nei, alls ekki. Ekki svo slæmt, sko. Nei, það er ekki Það það. væri... það var svolítið langir að líða þessi tegir bíladaga. Nei, já, en hann er náttúrulega búinn að keyra rúmlega 400 km núna. Bíllinn hans var í 11.900 þegar við byrjaði. Já. Það veitum það, ef þú keyrir eins og Hannes, það er enga stund á bíladaga. Já, en já, klukkutíma. Já, give or take. Já, það náttúrulega bara 400 eitthvað kilometrar frá þér, sko. Það eru 370 held ég frá mér. Já, ok. Ég sjá að kjassið fyrir pitt með skemmt og lítið bensín.
Nei, Kári, nei, hann er tæpur maður. Náðu að segja þetta samt, en tæpur. Þetta er hörku akstur hjá Guffa líka sko, að hann er bara að halda þriðasætinu. Ég held að miða við sko eldsneytisstöðu og dekkjastöðu hjá Þorsteini, þá held ég að Guffi og Kári verði í fyrsta og öðru sæti. Já, með að hvernig það er núna sko, því að Þorsteinn náttúrulega á eftir að pitta einu gistu oftar en þeir sko. Já. Sér að það er bara mjög stygt í að Þorsteinn fær í pitt sko. Já, ég held að það sé bara eftir þennan hring sko. Já, ég get ekki séð fram að það passar með það að hann fór í lok 5. hrings. Já. Það passar að hann fari í lok 10. hrings aftur. Akkurat. Það var hann á 4 stoppa sko. Já, nei, hann á 3 stoppa. Tekur 3 stoppa þá er hann með 4 stint. Já. En sko, Kári á hálfan þang eftir. Já. Sæll, það gæti verið að Kári gæti lent í svolítið vesinu með að fyrir að pitta allt og seint sko. Nei, ég hugsa ekki sko. Svo ekki það? Nei, ég hugsa að hann pitti í lok 12. hring. Já, og kreifsti síðan upp í 20. Nei, þetta verði ekki nema 18 hringir þetta sko. Já, ok. Já, Jú, hvað? það gæti passað, það gæti, þetta eru 19 hringir í raun og veru. Já, þú getur verið 19 hringir. Ef að þeir þurfa að fara meira en 18 hringi, Guffi og Kári, þá getur þeir verið í vondum árum. Já, þá en bara getur ef þetta Þorsteinn... taka eitt stopp alveg þetta. Já, það er sem ég segi, bara ef þeir... Það er sko... Þeir eru að klára 10. hring og það er cirka 6... Já... Nei, ég er ekki að reikna þetta nógu fljótt út, en sko... Þetta verður mjög fróðlegt. Þetta verða 18 hringir. Þeir eiga náttúrulega eftir að pitta og þá náður ekki á 19. hring, sko. Það sjálfsögðu, það tefur náttúrulega einn hring alveg halva mínútu 40 sekundur. Akkurat. Þannig að þetta verður 18 hringir, þannig að þeir eru bara þokkalega safe. En Þorsteinn er ekki að ná að stinga Kára af sko. En hann er búinn að vera að halda þessu í svona 2-3 sekúndum frá það að Kári komið úr pitti sko. Já, það er aðeins farið að minnka bíl núna, en líka hann er komið alveg töluvert slitinn dekk. Já, akkurat. Framúrakstur á 5 og 6 Team Pico. Já, Team Pico. Þetta eru 18 hringir segja Eva, hún er með alveg að reyna. Já, ok. Ef einhver er búinn að prófa það nokkru sinnum þá er það Eva. Það er alveg þetta verða 18 hringir. Það vita það allir. Það er vel læft þar á bæ. Ekki neitt smá sko. Jóna er komin upp í 15 núna. Taka fram úr Jón Valdimars. Já, flott comeback, mjög flott comeback. Já, Jóna er einn comeback-kongurinn. Ó, já. Þá þarf hann bara á þessum klukkutíma sem er eftir, 50 mínútum, að vinna upp 1 mínútu á Hannes. Já. Það verður ekkert... Það er halva mínútu þegar Hannes fyrir pitt... Nei, Hannes er ekkert að fara í pittin. Ég veit, ég var veit sem bíl hérna. Já, þetta er í núna mínútu sem hann þarf að vinna upp. Já, fer Þorsteinn í pittin. Hannes nær fram úr. Jóna er
Ég veit ekki hvort að Jón er náð fram úr. Nei, hann er ekki fram úr. Nei, hann er Hannes nær fram úr, hann var það stutt þarna á milli. En núna sjáum við þegar hann kemur út úr pittinum hvað tapar miklu tíma að setja dekk á bensín. Hvað var þetta ekki? 1,7 til 2 sekundur milli hann og Kára á hann. Já, eitthvað svoleiðis, já. Það er orðið stutt bilið á milli Guffa og Hannesar, það er komið niður í 5,5 sekundur. Þetta er 35 sekundur cirka. 36 kannski. Hannes er komin í fluggýrin. Það ætlar að ná betra sæti, sýnst mér. Já. Þeir hérna þrír, Kári, Guffi og Hannes, þeir þurfum að ná þessum hring og einum öðrum í viðbót áður en pitta. Já, Hannes fyrir létt með það alltaf annars sko. Við fara nú bara allir létt með það. Já, það held ég. Ég held að þessi Ástin Martin hjá honum í Þorsteini hefði aldrei verið jafn miklu snúningi áður og hann er núna sko. Gauðir niður í botni sko. Já. Við sjáum að hann er hérna 34 sekundum eftir Kára núna. Hann verður að minnka þetta bil. Ef hann ætlar að ná að halda fyrsta sæti þegar Kári kemur út úr pittinum. Já. Ísmann að koma út úr pittinum hérna. 7. sæti. Valdimar er komið fram úr. En Valdimar hins vegar pittaði svolítið langt á undan. Hann pittaði í loka 8. rings. Það þýðir að hann þarf að pitta aftur, einu sinni. Já. Nei, heyrðu. Núna hefur Hannes lent í ykkur. Það er 11 sekundur að milli hans og Guffa núna. Já. Það voru 5 sekundur á það. Þorsteinn líka bara 16 sekundur. Já. Við sjáum það að sektorinn núna eitt smá. Já, vá. 7 sekundur. Það er eitthvað gert. En hann hefur sloppið damage sem betur fyrir. Já. Þetta er það sem ég var að tala um áðan, að það þarf ekki mikið að gera til þess að menn geta dottið aftur úr. Akkurat. Og það er ennþá 48 mínútur eftir, þannig að þetta race er ekkert búið. Nei, alls ekki sko. Það hlýtur að vera að sé eitthvað að stríða honum Skeiðar. Hann er að averagea 7,5 sekundur svona give or take. Þetta hring sko. Já, það er ekki neitt sérstætt sko. Nei. Við vitum náttúrulega að hann var í vandræðum. Já, sérðu inngefuna hjá honum. Það var að hamast á pettarunum sýndist mér. Hann er að early shifta mjög mikið líka. Takt eftir því að það er eins og inngjöfin fari aldrei alla leiðina af. Það er alltaf smá inngjöf í gangi. Já, maður sjá. Það gæti líka verið hann sem bara að gera þetta sko, ég veit það ekki. Það er spurning sko. En Þorsteinn er að ná að minnka bilið. Já. Það er búinn að ná að cirka hálfu sekundu núna.
Kára og Guffa þegar þeir fara í pitti næst. En það seinasta skipti sem þeir fara í pitti. Já. Hann þarf að fara aftur Þorsteinn. Þorsteinn verður aftur. Nei, cracked up. Spintasætið maður. Ég ætla að kalla út. Já, ég ætla að kalla út skemmtilega sko. Hún var... Já, hún var fyrir, Já. En þetta smá tímatap hjá honum en hann mun þurfa að hitta hvort sem í lok þessa rings við bensínstöðu. Akkurat. Guffi er búinn að keyra eins og höfðingi í all kvöld. Og halda sínu sæti bara eins og kóngur. Já, það er búið að vera rosalega vel gert hjá honum með það að hann var talað það að hann væri alveg rosalega slappur, eitthvað lasinn í dag. Akkurat. Þeir sem að horfðu á streamið í gær þá væntanlega heyrta bara á honum að hann var frekar eitthvað nefmæltur. Já. Eða við venjulega. En það virðist ekki vera að hrjá hann það mikið að hann næra einbeita sér nóg til þess að halda hérna öðru sæti. Ég hugsa hann endar í öðru sæti líka, sko. Já, ég væri til að sjá Kára gefa honum sætið. Því Kári er sem búinn að vinna. Já, en þetta er alveg Nei, Guffi tæpur maður. Það kom ekki damage. Það kom ekki damage. Hannes alveg bara kominn á hann eftir 6 sekúndur. Það eru rauninni komnir niður í bara sama bil og var áðan að gerist eitthvað hjá Hannesi. Kári er að heimavelli hérna með 12 sekúndur forskot, það er 2,5. Þorsteinn búinn að minnka niður í 32 sekúndur í Kára. Já, mjög vel gert. Var í 35 held ég, 34 eða 5 þegar hann kom út í pit. 34 styrka. Og það var með því að vera með þess að 2 sekúndar forskot þegar hann fór inn, þannig að þetta er svona 36 sekundir pitstop, ekki búið þig. Já, nákvæmlega. En ef hann ætlar að halda fyrsta sætinu þá þarf hann alveg að ná þessu niður svolítið mikið niðar, sko. Akkurat. Það er ekki nema að Kári ákveðar að skeita hans út af. Það var hægt, sko, en með að hvernig hann keyrir þá er ekki að fara að gerast neitt, býst ég við, sko. Já, akkurat. Búið að vera alveg svakalegur akstur hjá honum. Já, ég held að það sé bara komin á autopilot bókstaflega, sko. Já, heldur að líka minn sé bara að keyra fyrir hana. Já, hann er örugglega bara að hlusta á ljóðbók eða eitthvað. Já. Þá Jóna í pit. Það var fróðlegt að sjá hvort hann missi Valdimar fram á sér við það, sem að það Mér sýnir það, já. Nei, hann næði ekki. Fínt að fá smá fæti hérna með þess. Já, 30 sekúndur á milli þeirra. Bílið möttu Guffa og Hannesa, það er ennþá svolítið svipað. Bílið í Kára frá Þorsteini fer að minnka niður í 31 eitthvað, mjög fljótlega. Já. Ég ætla að giska á að það gerist á næsta beinakafla. Já, bókamál. Kjassi er líka alveg komin á æsmanninu þarna. Valdimars. 3 sekúndur á milli og... Já, sannlega að ferðast 3 sekúndur á milli Valdimars og Jónas líka. Já.
þessi spá muni alveg rætast með Káru og Guffa. Þeir fara í pittin eftir þennan hring. Það er alveg klárt mál með við eldsneyti stöðu. Hannes kominn á ljósið líka. Ég er að horfa á Valdimar að setja sín eigin besta tíma hérna. Ég er að horfa á Þorstein fara niður í 31 eitthvað í Kára. Á beinakaflanum alveg sem ég Alla sagði. góða. 31.9. Sagði þetta myndi gerast á næsta beinakafla. Kári er eini sem er ekki komin á ljósið. Það því bara að hann þarf að taka minna bensín en allir hinnir. Já, ég vil til hann á ljósinu svo leggur sig sko. Hann er að spara peruna á ljósinu sko. Já, nákvæmlega. Nota það í endan sko. Já, vera vissum að hann sé í lagi þegar að restin af seinasta hringnum er eftir. Alveg bókamál sko. Hann keyrir örugglega inn á síðasta hring með lítið eftir þetta ákveðin, eftir bara með ljósu blikandi. Já. Já, ég ætla akkurat að segja að hann er bara að ná 0,8 sekundum á hann sko. Já. Það þýðir að það er bara alveg bókamál að Þorsteinn er að ná upp í fyrsta sæti aftur eftir þetta pitstop hjá þeim. En þetta sýnir okkur líka það að leiðilegt að segja, en við finnst alla líkur á því að Þorsteinn muni enda í 4. sæti. Það mun gera ekki nema að nái á Hannes sko. Hann er búinn að segja svolítið verulega á Hannes sko. Já, reyndar, það gæti alveg gerst. Það gæti nefnilega vel gerst. En ég væri allavega til að sjá allavega eitthvað fætt með pódiumið. Það væri svona geggjað í lokin sko. Já, það væri mjög skemmtilegt að sjá það. Mátæpur, en þetta er alltaf. Það er 400 km á Hannes hérna. Þetta er meira þess aðeins meira það. Já, og sér að Hannes tapaði 4,4 sekundum á þessum hring. Á þessum eigin tíma þá? Já, tapaði og hann tapaði 6 sekundum á síðasta hring. Hann er alveg á gufunum hérna á leiðinni í pitt, þá er Kárin í pitt með 8% af bensíni. Guffi fer örugglega með svona 2 ef ekki 3%. 2. Já, 2. Hannes er með 2 líka. 2. Já, 2. Góður. Það er alveg með það. Og Þorsteinn, hann náttúrulega bara fyrsta sæti. Lítur fram á þeirra öllum. Hann er allan á 4 sekundum fyrir fram að Kára sig léttilega sko. Misti svolítið beina þarna fyrstu. 5,5. 6. Já. Þetta er töluvert meira bil heldur en áðan. Já. Hann er búinn að líka keyra eins og maður sko. Já, hann er búinn að vera... Ekkert issue, ekkert ves. Rosalegt reysi á hann á Þorsteini sko. En í raun og veru ef hann ætlar að halda sko Guffi 18, Hannes 25. Já, hann er alveg safe í 4. sko. Það er hæpið að ná á Hannes. Það var hann á 10 sekundum fyrir framan að ná hann fyrir pit sko. Já, vissulega. En svo náttúrulega líka getur verið að ná honum eftir, pitstoppið hans Þorsteins það seinasta. Já. Hann mun verða styttara heldur en þeir hafa verið að taka.
Já, Út af því út að af það er ekki bensín, eins- náttúrulega. Það er ekki eins mikið bensín. Akkurat. Miðað við hvernig hann hefur verið að eyða bensíni og svoleiðis að þá ætti hann að hitta í lok 15. hring, þetta er þessi hringur og tveir í viðbót og síðan þarf hann bara að vera með nóg bensín fyrir 3 hringi í viðbót. Já. Þannig að það er... Já, only time will tell. Nákvæmlega. Þá sjáum við Valdimar Matt í pitinn. Já, með 15% í sig. Hann er auðvitað búinn að reikna út að fyrst hann fer í pitt núna hérna lok 12. hringa þá getur hann klára reysið án þess að þurfa að pitta aftur. Akkurat. Sem er mjög gott, það er mjög vel uppsett hjá honum. Já, út af því að Kjassi sem er 11 sekundum á undan honum og GT Iceman sem er 11 sekundum á undan honum líka, þeir tveir eru ekki að fara að meika restina reysin án þess að fara í pitt einu allar minnst okkur einu sinni við brot. Akkurat, þannig að hann er með Fylgjast með þessu reysi. Ég er að Kjassa að segja rosalega á næsmanninu. Já, ég er að horfa það líka, það er alltaf að gera þetta. Hér erum við að sjá slag sem að eru bara á milli ökumanna. Já. Nákvæmlega eins bílar. Það á dekkjum smá svona lala. Já, dekkjamunurinn er ekki það mikill að það skipti ykkur máli, sko. Kjassi með slitnari dekk en hann er líka með minna bensín, þannig að Já, getið hent honum betur með hraðari. Svo er líka svolítið vont svona þegar menn fara af slæmdekkjum yfir og góð þá vita þær ekki alveg hversu mikið þeir eiga að geta treyst í, skilur. já, ég hef nú lent í því að koma út úr pitt og vera með meira gripandi en ég gerði ráð fyrir. Já, það er svolítið svona það verður svolítið að passa það, sko. Hér sýnist mér bara Jón Valdimars vera að bara stinga af, sko. Já, með að hvað, sko, Kjassi reyndar er búinn að segja svolítið á hann, sko. En ég er samt ekki 100% á stöðinu hvernig það var áður, sko. Nei, það er sama hér. Það gæti alveg verið að annar þeirra hafi verið að koma pitt eða eitthvað svoleiðis. 9. hring var Kjassa kom pitchi, 10. hring kom Iceman úr pitt. Svo fór hann 7-10 eftir það. Þannig að það er pitt ykkur í röð, það lendi í einhverjum árakstri. Já, Var það ekki það sem gerðist sem ég minni það? jú, það get, jú. Jú, mátti ekki Kjassi var með damage fram og aftan. Hérna getum við verið að fara að sjá samt einhvern framúrakstur ef að nær góðu exit í hann Kjassi og nær að halda í slipstreamið. Þorsteinn kom með hana 7,1 sekundu á Kára. ...28 sekundur í Hannes, þannig að það er spurning sko 29. Það lítur alveg út fyrir að Þorsteinn eigi tækifæri í 4. sæti sko. Já, ég held að það sé alveg klart mál, sko. Því Hannes má ekki endilega gefa allt í úti, hann er ekkert að fara að pitta aftur. Þannig að hann þarf að keyra þetta svolítið safe.
Sko, Þorsteinn held ég að fara að taka þriðasæti. Ég held að það sé orðið nokkuð öruggt. Miðað við það að já, hvað var ég að skjóta að myndi pitta í lok 15. hrings? Jú, tveir hringir í það. Það þarf að taka nógu lítið eldsneyti til þess að það þarf ekki að vera það lengi í pittinum og það eru 28 sekundur í Hannes. Þannig að Það lítur alveg út fyrir það, sko. þetta verður tækt. Það verður spennandi að sjá hvað gerist, hvort að Þorsteinn muni enda 3. eða 4. sæti eftir pitstopið sig. Já. Já, heyrðu, sæll. Ég var að horfa á skeyra, ég var að spara hvernig hann ekki að kæra hraðar, heyrðu, það er damage framan, aftan og vél. Nei, heyrðu. Öll dekk nema vinstri og aftur dekk. Það fór 745 síðasta hring, glæný dekk og bensín. Þetta er ekki gott. Hann hefur lent í einhverju svakalegu. Já. Þau eru ekki verið spennandi. Nei, og það er alveg halvur hringverðin eftir, sko. Þannig að hann er eftir að gera 10 kílómetra með ekkert afl, sko. Sér að hann er bara að fara hægar en Toyota Yaris, sko. Það er sko að hann er eftir að fara það hægt og það er það mikið eftir að Brautinni. Að ég myndi hafa verulega áhyggjur af því hvort að Þorsteinn sé að Má fara klára. á honum, sko. Já, þú meina það. Eva er að segja það að hún heldur að Þorsteinn muni ná fastest lap líka. Backed up, beint í pit, æsmaður fyrir framan hann. Kassi líka. Góður punktur hjá Evu að fyrst að Þorsteinn þarf ekki að taka eins mikið eldsneyti, þá verður hann með léttari bíl en maximum grip eftir pittin, þannig að mögulega geti að verið eins og Eva segir, endað í fastest lap. Já, það er bara mjög góð punktur, sko. Hann er núna að setja sinn eigin besta tíma, sko. Það er síðast hringur á 1.42, hraðtími 1.41. Ég veit ekki hvað hans hraðasti tími er, vil ég ekki tjekka á hérna. Hann Illugi með skilaboð til þín, Biggi, hann segir ekkert Yaris-diss. Ekkert Yaris-diss, ég er ekkert að dissa Yaris, ég er bara talking facts, na. Það er svoleiðis. Nei, bara þess að skjóta út í bláinn. Áttið þú ekki Yaris? Hvað sagðirðu? Já, þau vinnu bíl. Ég man að þú komst einhvern tímann til mín í gömlu vinnuna og alveg lofsamaður hennar Yaris. Hátt og lágt. Þetta er geggjaður bíl, alltaf í gang, ekkert þessinn. Líka fallegur á litinn. Svartur, besti liturinn. Já. Eða næst besti, San Marino blár, hann er... Við verðum að kalla hann besta núna, það. En jú, ég hef tjekkað hérna live data. Live datatótið. Besti tími hjá Þorsteini hingað til er 6:42.316. Þannig að... Og Hannes er alltaf núna með besta tíman, 6:41.352. Kári er sko 6:42.9 sko. Og Guffi 6:43.4 sko. Þannig að Þorsteinn, ef hann ætlar að ná besta hring, þá þarf hann að ná að bæta sekundur. Já, hann þarf að gera það. Það gæti alveg gert með minna bensín og mikið grip. Já, klárt mál sko. Hann var, nei,
Var ekki Greg bara með 640 tímatökum á henni? Nei, jafna æfingum á það. Þetta er alveg hægt. Já, allt hægt. Við sjáum hérna að bilið frá Hannesi í Þorstein er komið upp í 29 sekúndur núna, þannig að þetta er alltaf að líta betur og betur út fyrir Þorstein upp á að ná að halda þriðasæti og ná pódium. Já, Kassi út út af maður. Vissi Æsmann fram á sér. 7. sæti og hann er að fara að missa Jón Ægir líka fram á sér, sýnist mér. 7. sæti. Devins að aftan, Óli dekk. Þetta er nú ekki að líta vel út fyrir Porsche í kvöld hérna, allir þrír hérna var aftast. Já. Það er náttúrulega Kreftur lendi, þeir eru reyndar allir búin að lenda í Devins nema Æsmann, ef ég skil það rétt sko. En Porsche-arnir er eini bílarnir sem eru búin að fá penalty í kvöld. Já, og hérna tekur Kreftur fram úr kassa. Hann bara nær, sko, þessi skemmta aftan er að kosta kassa of mikið. Já. Kári er allavega búinn að vinna 2 sekúndur á Þorstein eins og ég er. Skeiri í pitt hérna. Skeiri var núna að klára hringið sinn. 8 mínútur og 11 sekúndur. Já, og hann á eftir að fara í pittin. Hann er í pittum núna. Og þeir eru að beina kaflanum hérna. Þorsteinn, Kári og Hannes, nei Guffi og Hannes. Þetta gæti kryddað svolítið hérna framhaldið ef að hvenær kemur Skeiri út sko, ef að hann er að fara að telja hinn átt, já, sko, Þorsteinn nær fram úr honum. Þorsteinn nær, spurning með Kára. Kári nær. Kári nær, Guffi nær ekki. Nei, Guffi nær ekki. Æ, hann er ekki að láta laga, hann er bara stopp. Hann er bara hættur. Það er svoleiðis. Sýnist það. En hann verður þá að exita úr racinu sko, svo við þurfum ekki að bíða í 19 mínútur án til hann er búinn. Það getur vel verið að hann segja að hleypa þessum hóp fram úr sér og haldi síðan áfram. Það er spurning sko. Ef þú horfum svona á mappið, sjáum við munin á það. Já. Það sem ég sé líka hérna er að bilið að milli Kára og Þorsteins er búin að minnka gríðarlega. Já. Ég var að segja það akkurat á hann sko, hann er búinn að sækja alveg 2 sekúndur á hann sko. Já, ok, Bilið hérna í Hannes, það kom í 28. Já. Illi er hérna eitthvað að segja á chatinu að þessi komin í einhver stjörnumerki og eitthvað svoleiðis. Það er einhver speki sem ég skil ekki alveg. Já, sama hér. Merkúr er rísandi í ljóni, segir hann. Ha? Já, ég held að það þýðir að plánetan Merkúr er eitthvað sennilega að fara fram hjá stjörnumerkinu ljónið eða eitthvað. Ég veit það ekki. Ég er ekki mikill sérfræðingur í stjörnumerkjum. Nei, sama hér. En miðað við orðið og nafnið þá held ég að það sé mjög gott fyrir Skeiri komin út. Skeiri komin út. Hann hefur þá bara verið að hleypa. Hann hefur haft vita því að vera ekki að enda í því að vera fyrir þeim sem að eru. Mér eru að keppa þér þá. Bilið á milli Kára og Þorsteins kom niður í 4,6. Já. Núna erum við að horfa á hann Þorstein taka 15. hring og miðað við bensinstöðu þá verður hann að pitta eftir hennar hring. Já. Kassi og Æsmann allan konur í pitt. Já, Þorsteinn verður að pitta núna næsta hring og
þá kemur sko allt í ljós. Já, það er nefnilega málið, sko. Það er nú Þorsteinn sem að detta sjálfur aðeins út sko, hann er nefnilega, það búið að vinka bilið á þeim núna. Já, Jón Valdimars að koma alveg 10 sekúndum á undan honum Kjassa úr pitinu, sko. Þannig að hann hefur bara ákveðið að stinga hana, gjörsamlega. Já, hann var damage aftan á Kjassa. Kjassi var fyrir framann þess að Kjassi var í 5. sæti. Nei. Jú, hann var í 5. Vissi síðan Jón Valdimars og Jón Ægir fram úr sér. Svo náttúrulega fór hann í pitt og visti þá Valdimar Matt fram úr sér. En 27 sekúndur núna á milli Hannesar og Þorsteins, þannig að Skeri spinnar hérna á mér. hann skemmdi þó ekki bílinn. Ég meinti Það hann skemmdi bakkaði bílinn. þetta á og skemmdi bílinn. Þetta er, hann þarf að fara að gefa svolítið hressilega í hann Þorsteinn ef hann ætlar að ná að Halda sínu dóti, já. komast upp í 3. sæti þegar hann er búinn að pitta. Hann er að taka 1,5 sekúndu hægari hring en vanalega. Það er aðeins 20 mínútur eftir að þessu reysi, þannig að það er alltaf að fara að skýrast. Já. Bilið frá Kára í Þorsteini komið undir 4 sekúndur núna, sko. Kári er farin að sækja verulega á, sko. Já, 3,5 sko. Kári er með þess að farin að sjá hann Þorstein sko. Spurning hvort að Kári reynir að klessa ekki á sko. Kári er á rosalega góðu dekki núna. Þorstein er bara á loka metrunum á sínu dekkjum. Já. Fylgjumst nú aðeins með hvað gerist með bilið hérna eftir beinakallan. Hérna eru að koma beinin sem ég kalla út á hann Kára. Þannig að Kári misti bílinn. Já, hérna í loka hérna. í fyrra. Já, á hérna. Ætlaði að missa hann? Nei, ekki svo slæmt. Engar ágjörð því. Hann er hættur að hlusta á þig. Hann er svo sannarlega hættur að hlusta á mig sko. Núna fer Þorsteinn í pitinn. Það er ekki nógu langt í hann Hannes. 26 sekúndur. Það þarf Þorsteinn að taka mikið bensín, það er spurning. Það er spurning, ég er að spáði Hannes, hann er hálfnaður og hann ætlar að taka 5 hringi, eða 4 hringi þetta. Ég ætla að skjóta á að hann komi út úr pittinu með 3/4. Sko, það er... Já, það er alveg mínúta í Hannes. Ok, hann er komin í pitinn. Hannes nær ekki fram úr honum. Niður. Það er ennþá alveg 22 sekúndur í hans. Sextán í Guffa. Kemur Hannes. Þorsteinn er bara rétt að byrja að setja bensin núna. Ok. Hannes er að fara yfir endalínuna. Úff. Það er rétt svo slá. Þetta verður slagur 3. sæti. Þorsteinn gæti sér nýtt sér slipstrými hjá honum Hannesi og stútar harðasta tímanum hann sko. Það er með mikið bensín. Hann tók bara hálfan tank. Ég held að hann myndi nú taka meira bensín. Já, kannski er það bara það sem þarf. Hann þarf að taka 16, 17 og 18, sko. Já, meina það. Og hann er Austin Martin sem eigir ógeðslega miklu bensíni. Já. Hann
verður að fuel save ef hann ætlar að ná þessu, sko. Já, það verður að vera þannig, sko. Ég ætla að vona að hann sé ekki að gera ráð fyrir þetta verði 17 hringir. Þú flaggar sævar þetta? Geira minna. Skera minna, já. Já, þá er... Já, Jóna er að koma hérna. Á siglingunni. Þetta er ekki þægilegur status að þurfa að taka fram úr. Bilið er mjög stutt á milli Hannesar og Þorsteins. Það er bara minnkandi. Vel gert þess Geiri fyrir bara í pittin. Það var ekkert fyrir. Kári er sko 14 sekúndum á undan Hannesi, sko. Nei, 14 sekúndum á undan Guffa, sko. Já, hann er búinn að alveg virkilega spýta í lófana hann Kári, sko. Já, gríðarlega, sko. Þorsteinn hefur allavega tækifæri, það eru 4 hringir í, sem sagt, hann hefur 4 hringi, já, give og take 4 hringi til þess að taka fram úr honum Hannesi. Hannes er ekkert með bestu dekkin á móti Þorsteini. Það eru 3 hringir, jú, það eru 3 hringir eftir. 6, 6, 12, þetta er já 3. Hann minnkar og minnkar bilið í Hannes. Já. Segir hérna Illugi að þú hafi verið að tala um að hann væri komin í automatic mode, autodrive-an Þorsteinn. Já, bara autopilot, sko. Autopilot, bara bendur okkur að kíkja á consistency og það er alveg rétt, sko. Ég er að horfa á tímana hérna, þetta eru 43, 43, 43, 42, 43, það er bara Já. svakalegt consistency, sko. Og hann er að ná Hannesi, sko. Það er ekkert að orða það nýtt öðruvísi, sko. Þetta er bara svona muscle memory dót, sko. Já. Hann yngra vissi þegar hann er komin í mark, þá fattar hann, já, alveg rétt, ég er búinn að keppa hérna síðustu 2 tíma. Já, akkurat. Nei, þetta er ógeðslega flott gert hjá honum. Já, ekkert smá. Og þetta alveg sýnir sig að þetta er alveg það sem þú sagt þegar þú ætlar að vinna, sko. Og hann er búinn að vinna sjálfa sig í það að vinna, sko. Já, það er rétt. Núna förum við að detta fljótlega inn á beinakaflan. Hann missir Hannes svolítið fram úr sér í beginum. Já. Guffi er að setja sér negin besta tíma hérna. Ég hef miklar áhyggjur af því að hann hafi ekki tekið nóg bensín, sko. Þorsteinn, Já. sko, hann er með jafn mikið og allir hinir. Nema alltaf Geiri er komið með damage aftur á vél og framenda. Ég veit ekki hvað skeiði. Sko,
Sko, það sem ég á við að hann með núna nánast jafn mikið bensín og Hannes. Hann kom út með hálfan tank náttúrulega. Já, og Hannes voru með minna þá, sko. Já, þetta þarf að duga jafnmarga ringi fyrir hann og fyrir Hannes og Guffa og Kára. Við vitum það, þeir fara miklu meira átak. Akkurat. Já, það spurning hvort hann hafi aðeins misreiknað sig, sko. En þetta í raun og veru, þetta þessi ringur og þetta næsti líka, sko. Þetta næsti og þar næsti, sko. Já. Og þetta getur verið svolítið tæft, sko. Þetta verður mjög tæft, sko, þegar miðað við bensínstöðina hjá honum núna þá þetta bara nánast einn ringur hjá honum, sko. Já, hann gerir tíð með fjórða, sko. En það spurning hvort hann ná að taka þriðja, sko. Hann sleppur með heilan ring ef hann er rétt tæplega kvart hann segja eftir. Já. En ef hann ætlar að ná þriðja sæti þá var hann að pusha allan þennan tíma og það bara að fara að kosta enda meira bensín. Ó, já. En góðu fréttirnar fyrir hann allan að það skiptir ekki máli þó að hann veri bensínlaus. Nei, skemmt vel. Nei! Þar fór þriðja sæti. Fyrstu 35 sekúndunum. 2 mínútur í Jónægir fyrir aftan. Hann þarf að skríða restina og taka annað pitstop. Þarna fór allt úr skeiði, sko. Þetta var ekki gott. Þetta það sem við erum að tala sko. Það getur allt skeð. Já, þá bara spurningin, sko. Jónægir með bara fínan bíl, nóg eftir að bensíni, góð dekk. Hann 2 mínútum á eftir. Með full power. Og þá bara spurningin, hann að fara að ná Þorstein? Ég alveg bókamál, sko. Þorsteinn þarf að taka hring, við sáum það þegar Geiri tók hring á hann skemmti vel, að þá var hann með hann var 10 sekúndur, nei, hann var 10 mínútur með hringinn, sko. Það vísu stoppaði lengi í pittinum, en hann var það var 9 mínútur cirka, 9-10 mínútur með hringinn cirka. Já, það alveg 2 mínútur aukalega, sko. Svo þegar hann kominn í pittið þá hann alltaf líka hálf mínúta, myndi ég segja, plús viðgerðin, sko. Það málið, sko. Þannig að þetta gæti opnaði 4. sæti fyrir Jónægir, sko. Já, alveg, ég held að sé bókamálið ekkert fyrir úrskeiðis hjá honum, þá hann alveg toppmálum, sko. Þú sér það núna, hann það sem hann lenti í slysinu, það 1,5 á milli þeirra núna. Eða 2 mínútur á milli þeirra núna. Það svolítið skrítið að það virðist ekkert verið búið að breytast, jú, þarna breytist. Þarna fóru að lækka. Núna það að breytast alveg helling, sko. Já. Sér það núna bara inn á beinakaflóðinu. Þá byrjar þetta að telja hratt, sko. Já, og Jónægir að setja sinn eigin besta sektor, sko, hann í botn, sko. Hann á samt alveg halvan hring eftir núna. Já, þetta verður, ég þori ekki að giska hvort að Jónægir ná honum ekki, sko. Með það að fara að gera við damage-ið sem 5 sekúndur á minnstakosti, plús tími við pittið sem hálf mínúta. Ég held að hann sé alveg bókamál komið með hann Jónægir með 4. sæti, sko. Já. Og þetta eins og Eva var að segja í spjallinu og sannar það enn og aftur að keppnin ekki búin fyrir hún búin. Og það alveg hárrétt, sko, að þessir 3 sem efsti, þeir eiga alveg jafn mikið möguleika. Já, ég sé að Hannes nú með skemmt. Já, Hannes, framan, já, meinar. En þessi 2 fyrir ofan þá,
Þeir eiga alveg jafn mikinn möguleika á því að fara út og skemma bílana og Þorsteinn, sko. Þannig að... Og síðan hann búinn að tapa hérna 30 sekúndum á 4 mínútum. 20 sekúndum, hann í rauninni... Já. Ætnilega sé, tapar ekki það mikið á beygjuköflunum. Nei, þetta er þegar hann er 38 sekúndum frá sínum eigin besta tíma sektorinn sem hann er á, sko. Já. Veistu, þegar þú segir þetta svona núna, sko, þá er spurning hvort að hann ná að halda fjórða, sko. Já, þetta er bara svo mikið tilvíðun. Akkurat þegar ég var að tala að fjórðasæti væri öruggt og þá bara það ekkert svo öruggt ennþá, sko. Nei, kannski þú bara nýi kallinn að kalla út. Já, það getur verið. Ég kom með völdi núna. Er ekki Kári þarna eitthvað að spinna það eins og? Nei, ég held að hann sé bara að standa sig feikið vel, sko. Bara að bulla. Það virkar bara á Hannes núna, sko. Á Hannes? Nei, ég er að tjóka. Ég ætla að láta það að vera. Nei, Hannes tæpur maður. Ok, þetta slapp. Það var ekki tæpur maður, ég var að horfa á hann. Ég veit það. Það komið niður í 1:30, hann er búinn að tapa núna hálfri mínútu á Jónæi. Hann er ennþá alveg slatta eftir, sko. Já. En Jónæi líka. Þetta er sko... Ef að Jónæi er nær að vinna það vel á hann að það verða minna en 30 sekúndur á milli þeirra þegar að Þorsteinn fyrir pitti, þá er Jónæi búinn að ná fjórðasæti. Já. Sko, Þorsteinn hefur það náttúrulega Aston Martin virka mjög vel á beinakaflunum. Já, við sjáum það alveg að hann er að... Já, hann er samt að ná alveg næstu í 200 km hraða, þannig að... Já. Ég held að það sé nokkuð öruggt fyrir hann að hann heldur fjórðasætinu núna, sko. Já, mér sýnist það, sko. Já, það er nokkuð öruggt. Hann er búinn að tapa núna, já, svona 40 sekúndum á Hannes, sko. En við sjáum að það núna sektorinn sem hann er að fara á. Hann er að tapa mikið. Hannes hefur ákveðið að fara í pitti núna eftir að hann sér þetta. Eftir að hann sér þetta bil sem er búið að myndast. Hann getur náttúrulega staðfest sinn eigin besta tíma. Hann getur gert það. 54 sekúndur, give or take. En já, hann er að ná 200 svona rétt, sko. Sér það samt, sko, að hann er að tapa næstu heilli mínútu á Jónæi. Dennisi, já. Og Hannes líka, hann var rétt fyrir aftan Hannes. Hannes er búinn að fara í pitt og samt. 50 sekúndur. Hannes tók bara dekk. Já, við sjáum það þegar hann er komin í pittin, þá byrjar tíminn að telja rétt, sko. Já, en Hannes nær ekki að taka nýjan besta hring, þar sem að þetta er seinasti hringurinn sem er í gangi núna. Já, fer Þorsteinn í pittinn. Já, langt í Jónæi. Hann er bara rétt að dekka inn að beinakafla núna, sko. Já, ok, þá er hann alveg mjög safe. Þessi beinikafli tekur alveg 40 sekúndur, sko. Já, hann er ótrúlega langur, sko. Hann er komin út. Já, hann tók bara ekkert bensín. Það var alveg rétt call, sko. Hann er ekki að fara fleiri hringi í þarna. Nei. En hann ætlar að spara þessi helling bensín við að keyra, komast ekki ræðin 200. En þá er það bara svo lengi sem að
þessi tveir efstu halda sér á brautinni, þá er þetta alveg frábær sigur hjá Team G&K Racing, fyrsta og annað sæti á Nürburgring. Já, þetta er bara alveg eins og það á að vera. Já. Kári líka ekkert að stinga hann heldur af, sko. Þetta er búið að vera svona 13, 14, 15 í mjög langan tíma, sko. Ég verð að éta orð mín sem ég sagði í byrjun að þessi Puggi væri ekkert sterkur á þessari braut, sko. Já, hann er geggjaður, sko. Enda þeir bara í fyrstu 2 sætunum. Já. Leiðilegt samt að það hafi komið fyrir hjá hann Þorsteini og það var orðin frekar sprettur fyrir Já, ég hlakkaði mjög mikið til að sjá góða baráttu, sko. En það er ennþá alveg þokkalega close baráttan hérna 7. og 7. sæti, sko. Já, Icebound og Valdemar. Já. Það er alveg eitt ringur viðbót, þessi ringur, þetta er síðasti ringurinn. Já, þeir eru bara nýlega að byrja á ráðinu, sko. Og hérna Valdimar er á Og Gessi hérna út í grasið. Beint fyrir baku þá. Þá erum við komin með final lap merkinguna. Það þýðir að það er þá einhver búinn að klára það? Nei. Kári er að taka sinn síðasta ring. 5 mínútur eftir. Það er bara spurning hvort að Jón Valdimar geti náð Valdimar Vat. Já, þú fylgist með því, ég læt ég vita ef ég sé eitthvað annað. Ég er að spá í sko Skeiri hérna, það er ekki komið final lap á hann. 16. ring, hvort að hann þurfa að taka 1 ring í viðbót aukalega. Nei. Það er örugglega búið að koma á hann, sko, það bara er farið aftur. Já, ok. Þú sér það væntanlega yfir... Nei, hann bara klárar þetta, sko. Ég held að hann fá ekki að taka annan hring. Já. Þetta er síðasti ringurinn hans. Já, þá er Skeiri búinn að klára. Kári á ljósinu, eins og við vissum allir. Já. Nóg eftir að hringnum samt. En hann líka er kominn 16 sekúndum undan Guffa. Já. Guffi á ljósinu líka. Ekki gleyma Nissan, segir Eva. Datsun. Já, ég sé nú ekki Nissan á braut hér. Nei. Já. Tökum við þetta tilbaka, það eru góðu bílar. Já, það eru fínir bílar. Það er búið að sýna sig í TR2 að Nissan eru mjög góðu bílar. Veitu, hvað er í gangi hérna? Ekki neitt smá, sko. Veitu, Kjassi að taka fram á Valdimar, veitu, já, Valdimar með skemmtan við lent í ykkur. Já. Kjassi fór út á hann, sko, en hann slapp við damage. Já, Valdimar Matti búinn að missa Jón Valdimars fram á sér. Jón Valdimars er komin upp í 7. sæti á seinasta hringnum. Og Valdimar Mattar núna bara verjast eins og djöfull fyrir á móti Kjassa ef hann ætlar ekki að missa hann fram á sér líka, sko. Já. Ég er að horfa á Kára hérna renna í market smá. 10 sekúndur cirka. Ég kíki nú á horfinu á meistarann keyra í gegnum endalínuna í seinasta skipti á þessu tímabili. Veitu, hann stoppa. Nei, hann gefur í. Hann Flottur tekur sigur hjá fyrsta Kára. sæti. Guffi hérna beint á bak við hann. Sama sæti við í fyrra. Flottur sigur hjá G&K Racing. G&K. Ekki neitt smá, sko. Þeir eiga þessa braut. Þetta á topp sigur, sko. Ég finn aðeins á Kjassa og... Nei, Kjassi hefur mist Valdimar aðeins fram með sér. Ok.
Hannes er að slöfu mark hérna. Já. Tekur hérna þriðja sætið með stæl. Já. Setur bara yellow flag á alla þarna. Já, og fínasta engine damage maður. Þorsteinn sem betur fyrir hélt sínu 4. sæti. Já. Aðeins 40 sekúndur á undan Jónæi sem er alveg rosalegt með að hann var 2 mínútum á undan honum. Áður en hann lenti í þessu óhappi. Vesinni. Já, það er alltaf mjög skítt að lendi í einhverju svona vesinni, sko. Sérstaklega fyrstu 30 sekúndur. Já, búinn að vera að leiða keppnina allan tíman og átti alveg virkilega raunverulegan möguleika á 3. sæti. Já, klárt mál, sko. En 4. sæti er alls ekki slæmur árangur samt, sko. Þetta er alveg mjög vel gert hjá honum, sko. Það er bara mjög flott, sko. Hér kemur hann í gegnum mark í 4. sæti. Jónæi er á dettinn á beinakaflann hérna. Já, Kassi hefur lent í einhverju meira, hann er komið skemmt núna og 7 sekúndum eftir Valdimar Matt, þannig að... Kemur Jónæi í 5. sæti gegnum markið. Vill svo hefnilega til fyrst að Eva myndist á Nissan þarna áðan að 5. sætið var fyrsta sætið sem var ekki Nissan í gær í TR2. Já, það er svoleiðis. Já. Já. Á BMW M6. Með nafnið Danni. Það er alveg bíl, sko. Svoleiðis alveg þýska stáði, sko. Já. Kemur Jón Valdimars. Klára beinakaflann. Hann kemur hérna í mark í 7. sæti. Valdimar Matt Þetta var strax á eftir og Kassi og Kassi líka. og hér með er tímabilinu lokið. Já. 4. season hjá GTS Iceland TR1 er búið. Kári sigurvegari bæði overall og í reysinu. Með pole og clean race. Já. Hann er hélt fyrsta besta tímanum. Já. En þetta var frábært race. Ég þakka áhorfendum kærlega fyrir að horfa á þetta með okkur og taka þátt í þessu og fyrir að fylgjast með í vetur. Við munum að sjálfsögðu koma aftur í season 5 næsta haust. Guffi mun kynna það væntanlega helgina hvenær tímatökur fyrir TR1 og 2 verða í gangi og að sömuleiðis munum við vera með eitt svona spjallþátt eftir 2 vikur á slottinu okkar hérna, þar sem við munum tala við sigurvegarana í deildunum og fara yfir tímabilið. Mér finnst bara mjög vel á það. Danni, ég segi bara takk kærlega fyrir seasoni. Já, sömuleiðis og takk fyrir að lýsa þessu með mér öll þessu skipti nema þegar það tókst ekki að vakna. Já, úps. En þessu er það bara lokið hjá okkur í kvöld. Endilega ef þið viljið kynna ykkur eitthvað nánar, kíkið hérna inn á gtsiceland.com og sömuleiðis inn á Facebook-grúppun okkar sem er GTS Iceland umræðuhópur.
Ég þakka bara kærlega fyrir mig í kvöld og þakka þér fyrir að vera með mér hérna Biggi. Já, bara takk sömuleiðis.